erum við bara klárir. Góðan dag. Þá hefst 10. fundur bæjarstjórnar Árborgar, kjörtímabili 2022-26, haldinn í Grænumörk 5 á Selfossi klukkan 16, miðvikudaginn 14. desember 2022. Og mættir eru til fundarins, sá hér stendur Kjartan Björnsson, forseti bæjarstjórnar, Bragi Bjarnason, D-lista, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, D-lista, Sveinn Ægir Birgisson, D-lista, Brynhildur Jónsdóttir, D-lista og Helga Lind Pálsdóttir, D-lista, Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista og Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista og Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista og Álfheiður Eymannsdóttir, bæjarfulltrúi A-lista. Helga María Pálsdóttir er bæjarritari. Fyrst langar mig að byrja hér fulltrúa því hvort einhver hafi við athugasemd við útsend fundarboð og ef svo er ekki þá lítum við á það sem samþykkt. Við göngum til dagskrár og fyrsta atriði á dagskrá er Jóagerði, mál númer 166-146, óskum lagfæringar og á skráningu og afmörkun lóðar. Tillagan er frá 12. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 23. nóvember síðastliðinn og það er liður 1. Jóagerði, óskum lagfæringar og skráningu og afmörkun lóðar. Mál áður á dagskrá fundarins 27. september 2022. Skúli Steinsson, eigandi Jóagerðis, óskaði eftir afmörku Jóagerðis yrði færð til fyrra horfs í samræmi við girðingar frá fyrri tíð. Jóagerði var skráð í þjóðskrá, 2 hektarar en samkvæmt afsali frá 1988 er stærð tilgreind 1,86 hektari. Skúli taldi að sveitarfélagið Árborg hefði árið 2003-04 staðið fyrir mæling á landinu og breytt skráningu í 1,24 hektara. Skipulags- og byggingarnefnd fól skipulagsfulltrúa og aflafrekari gagna fyrir fundin höfðu borið skýrari gögn sem vörpuðu ljósi á fyrri landskiptagjörning. Skipulags- og byggingarnefnd fól skipulagsfulltrúa að kanna hjá sveitarfélaginu Árborg hvort kæmi til greina að landið Borg yrði sameina landinu Jóagerði. Við það myndi sameinuð spilda nálgast þá stærð sem tilgreind er í afsali frá 1998. Fyrir fundi nú eru 2 uppdrættir þar sem annars vegar er sýnd afmörkun á báðum spildum með sameiningu í huga og hins vegar tillaga þar sem sýnd er ný afmörkun sameinaðra spildu með eftirfarandi skýringum. 1. Borg, lóð 2 sameinast Jóagerði, afmörkun og Jóagerði færið sunnar og fylgir girðingu sem er á milli Jóagerðis og Borgar. 2. Borg 2 minnkar það sem nemur stækkunni. Jóagerði var áður skráð 2 hektarar í þjóðskrá Íslands sem verður eftir sameiningu samkvæmt nýjum mælingum 1,72 hektarar. Og 3. Borg 2 var áður skráð 8 hektarar í þjóðskrá Íslands sem verður eftir minnkun og samkvæmt nýjum mælingum 7,6 hektarar. 4. Veghelgunarsvæði nær 30 metrum út frá miðlínu Gaularbæjarvegar til beggja hliða. Samkvæmt aðalskipulagi sveitarfélagsins Árborgar 2010-30 liggur lóðin Borg 2 á skilgreindu opnu svæði til sérstakra nota. Það svæði er einnig á náttúruminjaskrá. Og 5. Kvöður á Borg 2 vegna umferðarréttar vegna reiðleiðar og vegna aðkomu vegar að Borg 2. Aðkomaður frá Gaularbæjarvegi. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti fyrir sitt leyti að lóðin Borg 2 yrði sameinu Jóagerði. Við þann gjörning er landspildan færð til svipara stærðar og lýst er í afsali frá 23. febrúar 1998. Skipulags- og byggingarnefnd mæltist til við bæjarstjórn Árborgar að samþykkja samruna lands og leiðréttinga með vísan til ofangreins. Og því er lagt til við bæjarstjórn Árborgar að samþykkja samruna landsins og leiðréttingu með vísan til þess sem hér hefur framkomið. Ég opna fyrir mælendaskrá. Bragi Bjarnason, D-lista, við biðjum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, þetta er mál sem er búið að fara nokkrum sinnum í gegnum skipulags- og byggingarnefnd og verið unnið vel að hjá starfsmönnum að reyna að komast að svona gömlum gögnum í málinu, en þarna virðist á einhverjum tímapunkti fyrir fjölmörgum árum síðan hafi verið gerð mistök við að breyta lóðamörkum
og það þá verið að leiðrétta það með þessum gjörningi og setja allt í ógjör og það virðist stemma við öll þau gögn sem við erum með í bæði gömul afsölu og það sem búið að finna. Þannig að það bara frábært til því þegar öll svona mál leiðist í lykta og það sé bara rétt skal vera rétt, eins og sagt er. Takk fyrir Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Og ef svo ekki, þá göngum við til atkvæða þeir sem eru samþykkir þessum tilmælum frá Skipulags- og byggingarnefnd vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá það liður 2 á dagskránni. Hæðarland 2-8, deiliskipulagsbreyting. Tillaga frá 12. fundi Skipulags- og byggingarnefndar frá 23. nóvember síðastliðinn. Liður 3, Hæðarland 2-8. Þetta deiliskipulagsbreyting. Anne Brún Hansen fyrir hönd landeiganda lagði fram óverulega breyting á deiliskipulagi íbúðabyggðar í Austurbyggð 2. Breytingin fólst í að byggingarreitur fyrir lóðina Hæðarland 2-8 stækkar til suðurs 2 metra. Öðru leyti gilda áfram gildandi eldri skilmálar. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti óverulega breyting á deiliskipulagi í samræmi við aðra málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og fól skipulagsfulltrúa að senda Skipulagsstofnun tillöguna til varðveislu og auglýsa í B-deild Stjórnartíðinda. Það því lagt til við bæjarstjórnina að samþykkja þessa óverulegu breytingu og þeir sem vilja tjá sig um þennan lið, vissulega skefið merki. Helga Lind Pálsdóttir. Einhver sem vilja tjá sig um þennan lið? Ef svo ekki, þá göngum við til atkvæða og þeir sem að samþykkja þessa tillögu, vissulega skefið merki. Það samþykkt með næstum því öllum greiddum atkvæðum, öllum greiddum núna. Þá það liður 3. Það tillaga endurskoðun aðalskipulags Árborgar 2020-2036. Tillaga frá 13. fundi Skipulags- og byggingarnefndar frá 12. desember, liður 5. Tillaga endurskoðun aðalskipulags Árborgar 2020-36. Bæjarstjórn Árborgar samþykkti þann 22. júní 2022 tillögu að endurskoðu aðalskipulagi Árborgar 2020-36. Skipulagsfulltrúi Árborgar óskaði eftir í bréfi til Skipulagsstofnunar dagsett 7.7.22 að stofnunin tæki til afgreiðslu tillögu að endurskoðuðu aðalskipulagi Árborgar 2020-36. Í samræmi við 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagsstofnun fór yfir gögn og var í kjölfari boðað til fundar hjá Skipulagsstofnun þar sem farið var yfir minnisblað stofnunarinnar dagsett 8.9.2022. þar sem framkomu atriði sem þyrfti að yfirfara og lagfæra af hálfu sveitarfélagsins. Gerðar hafa verið lagfæringar og gögnum sem snúa helst að tæknilegum útfærslum en hafa engin áhrif á heildar yfirbragð eða stefnu tillögunar. Þá hefur verið skerpt á köflum sem fjalla útfærslur og ákvæði byggingarheimilda einstakra landnotkunar reita. Aukstillingar á stafrænum skipulagsgögnum og stafrænum gögnum varða vegi í náttúru lands á nokkra stafsetningavillu hér en enga síður. Eftir að ofangreindar breytingar hafa verið færðar inn í greinargerð og uppdrætti skipulagsins hefur einnig verið færð inn ný breytingadagsetning. Dagsetningin því 7.12.2022 og gögn sem afhent eru Skipulagsstofnun til loka afgreiðslu aðalskipulags Árborgar 2020-36. Skipulags- og byggingarnefnd Árborgar samþykkti áorðnar breytingar og mæltist til þess að bæjarstjórn Árborgar samþykkti tillögu að endurskoða aðalskipulagi Árborgar 2020-36 með ofangreindum breytingum og óski því eftir í framhaldinu að Skipulagsstofnun taki tillögun til afgreiðslu í samræmi við 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þá opna ég fyrir mælendaskrá. Bragi Bjarnason, D-lista. Við biðjum orðið. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Aðalskipulagið sem vinnan hófst við aðalskipulagið
á síðasta kjörtímabili árið 2020 og er svona loka metrunum þessa dagana. Bæjarstjórn samþykkti það í sumar og síðan þá fór það til umsagnir og vinnslu á Skipulagsstofnunar. Þeir gerðu ákveðnar athugasemdir eins og lýst í textanum þetta undan og sem var brugðist við. Allt sem við töldum frekar minniháttar og öllum gögnum var skilað inn, en það kom síðan frá þeim núna að loka metrunum að þeir töldu að þær athugasemdir og þær breytingar sem voru gerðar þyrftu að fara til samþykktar í Skipulags- og byggingarnefnd og bæjarstjórn, þó við hefðum ekki talið að þeir styrkti, en við viljum bara fylgja því eins og þeir leggja tilum. Þannig að þess vegna er þetta lagt hérna upp til samþykktar. Þetta fór fyrir skip og bygg núna í síðustu viku og er þá núna til staðfestingar í bæjarstjórn. Þannig að lokinni þessari afgreiðslu ætti nýtt aðskipulag að geta tekið gildi bara vonandi á, ég hef ekki að segja öðru hvoru megin við áramót, því að þeir eru búnir með alla aðra vinnu niður í Skipulagsstofnun og þetta er svona lokahnykkur. Þakka þér fyrir, Bragi. Eru fleiri sem vilja hjá sig, og ef svo er ekki, að þá er sem sagt eftirfarandi tillaga borin undir atkvæði bæjarstjórnar Árborgar. Bæjarstjórn Árborgar samþykkir tillögu að endurskoðuðu aðalskipulagi Árborgar 2020 til 2036 með þeim breytingum sem að ofan eru taldar, þar með talið flokkun vega í náttúru Íslands eins og hún er sett fram á skýringaruppdrætti 2 sem er í viðauka við forsendu hefti. Flokkun vega er einnig sett fram á stafrænan hátt og skilað til Skipulagsstofnunar með stafrænum gögnum aðalskipulags. Bæjarstjórn Árborgar óskar eftir að Skipulagsstofnun taki tillögun til afgreiðslu í samræmi við 32. grein skipulagslaga númer 123 árið 2010. Þeir sem eru þessu samþykkir vinsælast gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 4. liður á dagskránni, samþykkt fráveitu fyrir umræða. Lagt er til að samþykktum fráveitu verði vísað til síðari umræðu. Eru einhverjir sem vilja tjá sig, það er Sveinn Ægir Birgisson Télista sem við beðum á því. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Já, við erum að ræða fyrir umræður breytt í fráveitu. Í grunninn, við tókum þetta fyrir reikn og veitu núna í seinasta mánuði og í grunninn eru stærstu breytingarnar fyrir dreifbýlið. Það er það að áður fyrir hefur verið þannig að íbúar í dreifbýli hafa séð sjálfur að láta tæma rotþrær sínar sem þarf að gera með reglulegum hætti, en í breytingum þessum þá mun sveitarfélagið taka við að tæma rotþrærnar og rukka íbúa mánaðarlega í fasteignagjöldum tæminguna og við munum kortleggja í leiðinni allar rotþrær í sveitarfélaginu hvar þær eru og vinna þetta náið og þetta er bara bætt þjónusta og hreinsun og við að tæma þetta og það eru aðalags koma, en það eru 200 rotþrær í sveitarfélaginu sem er nú dágóður fjöldi og þessi verður skipt upp í 3 ár að hver áfangi er tæmdur, hvert svæði er tæmt á 3 ára fresti með reglum hætti og það er áætlað að þetta sé á ári svona 18 til 20 skall sem leggst á íbúa, að það sé 60 skall sem íbúa er að borga fyrir losunna á rotþró. Þessi vinna hefur verið í gangi held ég alveg að vera 1,5 ár eða 2 ár og held þetta sé bara breytinga til mikla bóta, sérstaklega fyrir íbúa í dreifbýlinu. Maður hefur heyrt sögur að þetta hefur gleymst hjá sumum íbúum sem hafa flutt í dreifbýl og ekki gert sér grein fyrir því til að allt er orðið fullt og þá er vesen að tæma rotþrærnar þannig, en það hefur svo sem ekki verið vesen á sveitarfélaginu og það hefur mikið verið að sjá þetta, en með þessu þá verður þetta gert með reglum hætti og með skipulegum hætti og ég held að þetta er bara mjög góð breyting. Takk. Takk fyrir, Sveinn. Er fleiri sem vilja tjá sig? Þá höldum við bara til atkvæðagreiðslu og það er sem sagt samþykkt að samþykktir fráveitu verði vísað til síðari umræðu og þeir sem greiða því atkvæði vinsast gefi merki. Samþykkt samhljóða.
Þá það 5. liðurinn á dagskrá fundarins þessa síðasta fundar ársins 2022, samþykkt fullnaðarafgreiðslu mála hjá Barnaverndarþjónustu Árborgar. Tillaga að samþykkt fullnaðarafgreiðslu mála hjá Barnaverndarþjónustu Árborgar. Lagt til við bæjarstjórn að hún samþykki samþykktina sem byggir á 12. grein barnaverndarlaga. Ég opna fyrir mælendaskrá þennan 5. lið á dagskránni. Álfheiður Einarsdóttir á lista. Biðjum orðið. Takk forseti, bæjarfulltrúar, íbúar og aðrir þeir sem að fylgjast með. Ég nú svona aðalega kannski með fyrirspurn því að við höfum verið að tala hér á 2 fundum umdæmisráð barnaverndar, einmitt varðandi fullnaðarafgreiðslu mála og þá sérstaklega þegar það eru þvingunaraðgerðir eða þarf að fara fyrir dómstóla eða nýtast við lögfræðinga og svona alvarlegri mál. Þannig að ég er ekki alveg með á hreinu af hverju erum við þá að breyta þessu núna bara fyrir sveitarfélagið. Ef einhver getur bara útskýrt þetta fyrir mér af því ég er ekki sérfræðingur í barnaverndarmálum. Að ég svona hélt að við værum að fara að klára þetta með þessum nýju umdæmisráðum barnaverndar. En svo fæ ég þessa tillögu og ég svona, breytist bara í spurningarmerki dálítið. Takk. Takk fyrir Álfheiður og þá Helga Lind Pálsdóttir beðið orðið í lista. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Takk fyrir fyrirspurnina, Álfheiður. Þetta í raun og veru partur af þessari vegferð í það að fara með mál inn í umdæmisráð. Við erum í raun og veru að taka út úr reglum það að hlutinu fara til félagsmálanefnda pólitískipara. Heldur erum við að færa og útvíkka valdsvið barnaverndarstarfsmanna og teymistjóra barnaverndarþjónustu til að taka ákvarðanir sem að formaður félagsmálanefndar hefur gert hingað til að mynda ákvarðanir 31. grein, beitingu 31. grein sem neyðaráðstöfun sem er beitt í neyðartilfellum. Hingað til hefur það verið þannig að fólk að barnavernd hefur samband við formaður félagsmálanefndar í þeim aðstæðum sem hann stattur í og fær umboð til að framkvæma ákvörðunina að undangenginu málsmeðferð. Í raun og veru þetta partur af þessu núna, þannig við erum að útvíkka heimildir barnaverndarstarfsmanna til að taka þessar ákvarðanir áður en þær fara upp í þá umdæmisráð. Þannig að þetta er raun og veru partur af umdæmisráðinu, þetta er partur í því að fara með alla barnaverndarþjónustuna inn í umdæmisráð og taka pólitískipanefndir út. Takk fyrir. Já, þakka fyrir Helga Lind. Eru fleiri sem vilja tjá sig þennan 5. lið á dagskrá fundarins sem eru samþykktir fullnaðarafgreiðslu mála hjá Barnaverndarþjónustu Árborgar. Og ef svo ekki þá göngum við til atkvæða það hvort við samþykkjum þessa samþykkt sem byggir á 12. grein barnaverndarlaga. Þeir sem eru því samþykkir vinsælst gefi merki. Það samþykkt samhljóða. Nú, þá það 7. liðurinn á dagskrá þessa fundar. Það eru breytingar og samþykktum stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins Árborgar, kjörtímabili 2022 til 2026, fyrri umræða. Skal skýrt ekki fram. Eftirfarandi breytingar eru lagðar til. 8. grein breytist þannig að í 1. málsgrein stendur klukkan 16 í stað klukkan 17. Þetta á við bæjarstjórnarfundina. 32. grein við 4. málsgrein bætist við bæjarráð fer með jafnréttismál. Í 5. málsgrein bætist við að bæjarráð fari að öðru leyti með ólögbundin verkefni sem ekki eru falin öðrum fastanefndum.
42. grein. Í 4. málsgrein fellur út orðalagið réttur samkvæmt annarri og 3. málsgrein nær þó ekki til setu á fundum félagsmálanefndar þegar hún gegnir hlutverki barnaverndarnefndar. 46. grein. Fyrirsögnin verður kosning eða skipun í fastanefndir. Undir lið B í greininni breytist fyrsti liður þannig að félagsmálanefnd heitir nú velferðarnefnd. Annar liður, það frístunda- og menningarnefnd, hún fer út og í öðrum lið verður fræðslu, frístunda- og menningarnefnd. Í 3. lið verður skipulags- og byggingnefnd að skipulagsnefnd og þá verður í 4. lið eigna- og veitunefnd að mannvirkja og umhverfisnefnd. Núverandi 7. liður umhverfisnefnd fellur brott. Þá fellur núverandi D-liður út í 47. grein og verður að E-lið. Í D-lið kemur nýtt ákvæði skipan umdæmisráðs barnaverndar til 5 ára. Og núverandi 52. grein verður að A-lið 52. greinar og við bætist B-liður sem að fjallar fullnaðarafgreiðslu starfsfólks barnaverndarþjónustu. Og það lagt til að breytingum á samþykktum stjórn og fundarskap sveitarfélagsins verði vísað til síðari umræðu. En ég opna núna fyrir mælendaskrá og fyrstur hefur beðið orðið Fjóla Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi Gilsdal. Forseti, bæjarritari, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, ég svo sem bara kem upp aðalega til þess að tala hér þessar nefndir, þær breytingar sem við erum að gera þar. Mér langar bara að segja það að í ljósi fjárhagsstöðu sveitarfélagsins sem grafalvarlega þá erum við að fara á þessa leið að í rauninni horfa á alla þætti og leita allra leiða til þess að spara og auðvitað þetta kannski ekki til eiginlega nógs, heldur þetta að hugsa núna til þess að bara horfa á alla þætti og það þannig að eins og staðan núna að þá erum við að leita allra leiða og erum alls ekki að gera nóg og það mun koma hér fram á eftir þegar við förum af staðinni í fjárhagsáætlun 2023 að við þurfum að betum á að duga skala, maður getur sagt það svoleiðis og þess vegna vildi ég bara í rauninni ítreka það að þannig erum við að horfa í það að einfalda og í rauninni líka spara. Þetta verður auðvitað til þess að þeir nefndamenn sem að sita í þessu nefndum, það verður meira álag á þeim og þeir þurfa að hlaupa hraðar en auðvitað höfum við hækka nefndalaun og kannski í ljósi þess leggjum meira á þessa aðila og vonumst til þess að þetta komi til með að ganga, en auðvitað ef þetta gengur ekki þá verðum við bara að taka það til endurskoðunar og skoða það og mögulega breyta þessu aftur, en þetta allan það sem við erum að leggja upp með í ljósi þeirra stöðu sem sveitarfélagið í. Takk. Já, þakka þér fyrir Fjóla. Þá Arna Ýr Gunnarsdóttir S-lista beðið orðið. Ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, við erum að fjalla tillögur og breytingu samþykktum í fyrri umræðu. Hringin og sínum, niðum hljóðum. Ég verð nú að segja að ég fyrir ofsalega miklu vonbrigðum þegar ég sá þessa tillögu inn í gögnunum fyrir þennan fund. Sérstaklega með tilliti þess að við höfum nú átt góða samstarfsfundi fjárhagsáætlun og við erum búin að eiga nokkra fundi saman og þar hafa verið góðar umræður og margar góða tillögur komið fram og við höfum rætt þær fram og tilbaka og það alltaf þannig að betur séu augun auga og þegar margir leggjast á árarnar þá meiri líkur á góðar hugmyndir komið fram og fleiri hugmyndir og að góðar hugmyndir geta orðið enn betri með fleiri
sjónarhornum og sjónarmiðum. En ég taldi þessa tillögu svona ekki vera full rædda, hún var náttúrulega rædd lítilega þarna. Ég sagði strax skoðun mína og sérstaklega því umhverfisnefndin eða umhverfismálin eru felld inn í framkvæmda og veitunefnd eða í eigna- og umhverfisnefnd, var það ekki nafn? Mannvirkja og umhverfisnefnd, það var nýja nafnið, að það myndi ég segja að væri alveg rosaleg afturför hjá sveitarfélaginu. Miðað við þann þunga sem málaflokkur umhverfismála er með í samfélaginu í dag, þá er þetta mjög slæmt. Og við sem sveitarfélag með metnað, við sem stórt sveitarfélag á íslenskum mælikvarða, eigum að hafa meiri metnað en þetta. Og sko, talandi að spara peninga, nú hefur til dæmis framkvæmda og veitunefnd eða mannvirkjanefnd, eigna- og veitunefnd, þar sem að nú hefur hún til dæmis, ég hef aldrei séð annan eins fjölda funda eins og hefur verið þar núna að undanförnu. Það er margfalt fleiri fundir heldur en hafa verið upp á síðkastið. Það verður engin sparnaður í því ef að á að fara að bæta svona risastór málaflokk við, þar sem eru undir auðvitað loftslagsmál, það eru umhverfisstefnan, það eru orkuskiptin, það er ný samþykkt sorphirðu, úrgangsmál, það er síðan umhirða grænna svæða, við getum haldið áfram að telja lengi og þessi mál verða þyngri og stærri eftir sem framvindur á kjörtímabilinu. Þessi mál voru, áður en umhverfisnefndin var sett á laggirnar, voru hálfgjört olnbogabarn og fengu aldrei neitt rými inn á þessum fundum. Það er bara staðreynd máli. Þannig að mér finnst þetta mikið skref aftur á bak og núna var nú meira að segja stofnuð sérstök nefnd heitavatnsöflun. Það var svona eiginlega hálf tekið út úr nefndinni, út úr eigna- og veitunefnd, voru vatnsöflunarmálin og þar auðvitað verið að greiða fólki aukalega fyrir það eins og staðan er núna. Þannig að þetta fara að kosta meira heldur en þetta kostaði með eigna- og veitunefndina. Þannig að ég spyr mig, hefur ekki bara átt að hafa þá vatnsöflunarmálin áfram inn í þessari nefnd í staðan fyrir að stofna starfshóp með tilhöfandi kostnaði og vera þá áfram með umhverfisnefndina sem er ofboðslega mikilvæg nefnd. En sko, það er auðvitað, við erum með þetta til fyrri umræðan, ég verð að segja, þetta eru mikil vonbrigði af því ég taldi okkur ekki hafa rætt þetta til fullnustu, þannig að þetta væri komið og klárt og tilbúið til að fara að setja þetta inn í samþykktirnar. Jafnframt breytingun á fræðslu, að búa til fræðslu frístund- og menningarnefnd og leggja þar með niður frístund- og menningarnefndina. Það er nú mín skoðun að fræðslu- og frístundamálin geta átt ágætlega saman. Ég er alveg með ykkur þar og oft erfitt að fjalla þau í sikkur lagi, sérstaklega þar sem við erum með þarna eitt fjölskyldusvið eða velferðarsvið, þar sem við erum að fjalla málefni fjölskyldunar í heild sinni, út frá heildarsýn og út frá nýjum farsældarlögum. En ég óttast það sama líka þar að bara með eins og fjölda funda og lengd funda og það er rosalega stór nefnd, fræðslunefndin er ofsalega stór nefnd með mikið af starfsfólki og áheyrnarfulltrúum ýmsum. Þannig að ég hef áhyggjur af til dæmis menningarmálunum þar inni að þau verði olnbogabarn í þeirri nefnd. Af því þar er alveg mjög mörg mál fyrir til afgreiðslu. En ég allavega, mér finnst það gríðarlega afturför og þetta eru sko þrátt fyrir að við þurfum að halda vel á spöðunum og spara í sveitarfélaginu, þá held ég, það eru til aðrar holur en þessar. Takk. Takk fyrir Arna Ýr, þá hefur beðið orðið Álfheiður Einarsdóttir á lista.
Takk forseti. Ég varðandi þessar breytingar á nefndum að þá vil ég bara benda á að umhverfismálin voru undir eigna- og veitustjórn fyrir rúmlega 4 árum síðan. Ég er svona pínlítill Excel-kassi og ég vil að nefndirnar rými svolítið við stjórnsýsluna sjálfa, þannig að það yrði jafnvel fjölskyldunefnd sem að bæri þá með fjölskyldusviðið og inni með því, en gerir mér alveg grein fyrir því að það er bara of stór pakki. En alveg frá því að ég settist í eigna- og veitunefnd fyrir rúmum 4 árum síðan, að þá höfum við þurft að funda 2 í viku. Nei, 2 í mánuði. Ekki 2 í viku, það er nú ekki alveg svo slæmt. Því að þetta eru bara mjög umfangsmikil verkefni og ég tel til dæmis að í núverandi fjárhagsáætlun að þá er ég langöruggust með fjárfestingaáætlun. Við förum bara svo vel í gegnum þetta og við bara gefum okkur þessa tíma og þessa fundi sem þarf til þess að fara í gegnum þetta. Ég fagna því að umhverfismálin komi tilbaka vegna þess að sviðið sjálft er sameinað. Það er að segja mannvirkja eða eigna og veitur og umhverfismálin eru öll undir sama sviðum. Og það þýðir að ég fæ vonandi á næsta ári eða sem fyrst á næsta ári að sjá fjárhagsáætlunina sjálfa, það er að segja rekstraráætlunina. Ekki bara fjárfestingaáætlun, þannig að það sé ekki bara eins og ég siti bara í eigna- og veitunefnd, fjárfestinganefnd, skiljiði. Af því að ég ber líka ábyrgð sem bæjarfulltrúi á rekstri sviðsins sem slíks og þarna er komið tækifæri fyrir okkur til þess að horfa á það í heild sinni. Þannig að ég fagna því. Ég hins vegar tek undir þessar áhyggjur með stofnun ýmissa starfshópa og ekki bara starfshóps heitavatnsöflun heldur eru komnir ýmsir starfshópar af stað varðandi bara hin og þessi mál og þeir eru allir launaðir og ég held að við gætum og það eru til dæmis 2 starfshópar farnir af stað innan eigna- og veitunefndar sem eru bæði kaldavatnsöflun og heitavatnsöflun og það er í raun og veru bara verkefni nefndarinnar og við höfum 2 fundi í mánuði og ættum að geta sinnt í þar. Hinir starfshóparnir sem eru farnir af stað eru bara varðandi ýmis mál, það eru varðandi íþrótta- og sundlaugamannvirki. Ég tek undir með Örnu að fræðslu, frístundir og velferðarmál í raun og veru fjölskyldumálin, einhvern veginn ætti að frekar að vera saman. Menningarmálin eru kannski svona aðeins sér svona eins og atvinnumál eru sér og eiga kannski ekki heima á neinu sviði. En við verðum að sætta okkur við það að við erum meðalstórt sveitarfélag og við erum með ýmsa rekstrarþætti sem að virka þvert á öll svið bæjarins. Við erum með, og þar eru atvinnumálin, þar eru upplýsingatæknimálin, þar eru fjármálin, þar eru starfsmannamálin og það er í raun og bara svona rekstrarsvið sem að bæjarráð í raun og veru á bara að fara með. En þetta er nú bara fyrir umræða og við bara ræðum þetta betur. Þetta kom mér líka bara dálítið á óvart af því að þetta hefði bara verið svona nefnt sem vangavelta, ekki sem tillagabeint. Þannig að við skoðum þetta bara betur en ég fagna ýmsu í þessu og er sammála. En þegar að við erum í svona erfiðu árferði eins og núna að þá virðumst við vera alltaf svo við erum svo órög við að skera niður á hinum á þessum stöðum en við erum svo á sama tíma að þá erum við líka svo órög við að greiða okkur sjálfum meiri fjármuni og launuð störf.
í þágu félagsins. Takk. Þakka þér fyrir Álfheiður og þá ætla ég að biðja Brynhildi Jónsdóttur, fulltrúa D-lista og varaforseta að taka hér aðeins við stjórn fundarins. Já, takk fyrir það. Við erum í breytingum á samþykktum stjórn og fundaskop sveitarfélags á Árborgar á kjörtímabilinu 2022-2026 fyrir umræðu. Kjartan Björnsson bæjarfulltrúi hefur beðið um orðið. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar. Fyrst til að telja að það liggur nú alveg fyrir að fjárhagsstaðan er þung og erfið og það er öllum ljóst, bæði íbúum og þeim er stjórna sveitarfélaginu og mun þess nú sjást glöggt merki í mörgu sem við erum að fara að gera hér á eftir. Og ein viðleitni af þeim að því til að mörgu því sem reynt er að gera hér til að hagræða og spara er að gera hér breytingar á nefndaskipan. Og ég er nú nokkuð minnugur á það sem gerst hefur á fyrri tíð hér í bæjarstjórn. Það hafa vorið til svona olnbogabörn og olnbogabörn í samhenginu að það hafa verið nefndir sem ekki hafa fengið að starfa og blómstra og sérstaklega eftir að hafa tekið upp gjaldtaka eða launuð störf í nefndum bæjarins því að á sinni tíð að þá voru hér svona áhugamenn í sumum nefndum og þeir þáðu engin laun fyrir, heldur bara unnu svona að hagsbótum fyrir sitt samfélag. Er þar fyrst til að nefna áfengisvarnaráð og á sínu tíma og þar voru fengnir 2 hörðustu templarar bæjarins í nefndina og síðan Björn faðir minn sem oddviti nefndarinnar og hann var þá með reynslu á þessu sviðu og það var ólaunuð nefnd á þeim tíma. Og síðan var þetta til umferðarnefnd og það voru svona áhugahópur umferðarmál og annað og hvort það voru ökulkennur og fleiri í því en sú nefnd var lögð niður og sett inn í bæjaráð. Það var líka atvinnumálanefnd og sannarlega er þar auðvitað verk að vinna en ég get svo sem alveg tekið undir það að hún eigi ágætlega heima. Hún var sett í bæjaráð sem sagt líka á svo sem ekkert fjarri því að heima þar. Auðvitað er bæjaráð að fást atvinnumála tengt verkefni þannig að og taka þau auðvitað fyrir svona á pólitískum forsendum. Nú síðan auðvitað lifum við í breytilum heimum, það er alltaf verið að breyta og maður á nú bara alveg fullt í fangi með að kynna sér ný nöfn sem að setja á alla skapaða hluti og nú er þetta sem sagt hér til fyrir umræðu varðandi þessar breytingar og það er auðvitað verið að segja minn hug alveg hreinan og kláran að breyting og niðurlagning, ég segi niðurlagning þegar að gæsalappa frístundar og menningarnefnd og færð inn á svið fræðslunefndar þar sem að liggur fyrir að það er ýfrið nóg af verkefnum og gríðarlega mikið. Menningarnefndin sem slík, hún hefur ekki þurft í sjálfu sér að funda væri hægt þess vegna að fækka nefndum og líka með hugmyndur að sameina menningarnefndina jafnvel mögulega öðrum málaflokkum en gott og vel. Þetta er niðurstaðan í hópnum en ég get sagt að hér hreint út að það er ekki með mínu samþykki. Ég vil hafa menningarnefndina sterka og öfluga og menningarmálin öflug og hafa sterkt vægi en það hefur verið tilhneiging í öllum samfélögum þar sem á að fara að taka upp á hnífnum og spara að þá verður mál eins og menningarmál sem ekki skylda, þau eru svona með annað hlutverk í okkar samfélagi að það er alltaf tilhneiging til að axa það niður. Og ég verð að viðurkenna það að ég hef ekki mikla trú á menningarmálunum inn í risastóri nefnd sem hefur algjörlega næg verkefni fyrir. En ég varð að lýsa minni skoðun hér á þessu og
Það er bara þannig að þetta er hjarta mér næst og ég varð að segja mína skoðun á þessu og sett punktið í. Já, takk fyrir þetta. Og ég býð Kjartani aftur í upptaka við fundastjórn. Já. Og býð Kjartan Björnsson forsetabæjarstjórnar aftur í tekur við fundinum. Takk fyrir Brynhildur. Það er ennþá opið fyrir mælendaskrá varðandi þessar breytingar. Sveinn Ægir Birgisson, D-lista og Sigurjón þarna eftir. Þetta fórseti, herri já, bara að taka undir hérna með þeim ræðum sem komið frá undan. Við höfum átt góðar umræðum þetta eins og komið fram áðan á fundi sem áttum í fjárfestingar fjárhagsáætlunarvinnunni. Ég til þessar breytingar verið til bóta eins og álfur, þetta endurspeglar sviðin og ég til að við erum ekki að minnka umfang málaflokkana þótti sem að fellinu nefndirnar. Við erum í jafnmarga starfsmenn sem sinna málaflokkunum. Það verður sama battinum að þótt að hér er ekki ákveðin nefnd sem fundar þessa leiði. Það er mín skoðun. Við getum alveg diskutera hvað eiga að vera margar nefndir. Við getum diskuterað hvað að vera í hvaða nefnd og þess aftar. Það er engin ákveðin ein leið rétt í þessu máli. Það eru fjölmörg sveitarfélög sem eru með þetta öðruvísi en við höfum verið með og fjölmörg sveitarfélög sem með þetta svipað við erum með. Það eru sveitarfélög sem eru með skipulagsmálin og umhverfismálin til mig saman. Það eru sveitarfélög sem eru umhverfismálin sér eins og við höfum verið með og það eru sveitarfélög sem eru með þetta eins og við erum að leggja fyrir hér. Varðandi þessa hópa og varðandi eign og veitu, þá getum við alveg talað að það eru líka stór mál framöndan í þessum málaflokki. Við vitum öll hvernig staðan er á Selfossveitum, varðandi heita vatnið og vatnsöflun. Ég veit ekki, það mætti alveg skoða hvort það að vera sér nefnd bara heita vatnið, en við byggum til hann starfshóp sem ætti að vinna að lausna. Það voru umræður að hvort að nefndin ætti að sinna þessu ekki, en þessi starfshópur mun vinna að lausnum og koma með tillögur til nefndarinnar. Hvað skal gera, hvað skal fjárfesta og þess áttar. Ég veit ekki hvað skal segja varðandi fundina, fjölda funda. Þetta held ég hefur nú bara verið svipað og hefur verið undanfarin ár. Við breyttum fundatíma nefndarinnar reyndar og erum að funda á morgnana klukkan 8 til 10 sem var bara ákvörðun nefndarinnar og bæði að beiðni nefndarmanna og starfsmanna að breyta þessu. Fundir seinustu 4 ár fóru fram klukkan 5 á daginn, fram til kvöldi. Drógust jafnvel til alveg að vera 6 klukkutímar í það mesta manni. En mér langar líka bara samt að hrósa eign og veitur en það er mjög góðar umræður í nefndinni. Allir mjög áhersamir hvaða málefni sem er og ég efast að það muni minnka. Við vorum náttúrulega líka að fjalla fjárfestingaráætlunina sem er bara risastórt mál fyrir sveitarfélagið, bæði varðandi stöðun í dag í efnahagsmálum og líka framtíðar uppbyggingu sveitarfélagsins. Við skoðum hverja einustu framkvæmd. Tókum þetta fyrir og erum búin að taka þetta fyrir reglulega. Það má alveg deilum að þetta áttu kannski að byrja fyrr. Í hausta fundum þetta og það er bara klárlega eitthvað sem við tökum í reynslubankan og munum meta það. Maður nú að stýra nefndinni fyrsta sinn og margir nýir í nefndinni líka þótt að ég og Álfur höfum verið í nefndinni og sensta kjörtímabili. En þetta er svona það sem ég langar að segja og ég held að þetta sé skref til heilla og þessi málaflokkar munu ekki sofna en það er undir okkur komið sem hér erum hvort að við ætlum að láta umhverfismálin og menningarmálin sofna og ég segi þetta fyrir mitt leyti, það ætla ég ekki að gera. Takk. Takk fyrir Sveinn, Sigurjón Vídalín, fulltrúi S-lista, við beðum orðið. Bæjarfulltrúi S-lista. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarritari og aðrir áhorfendur og þeir sem hefur sitja. Ég kem undir lið breytingu á bæjarmálasamþykktum. Og ég verð að taka undir með því sem bæjarfulltrúi Arna Ýr sagði hér áðan að ég tel að það sé afturför að leggja niður umhverfisnefndina á þessum tímum. Minni á að nú áramótin þá tekur að fullu gildi breytingar á lögum
úrgangsmál sveitarfélaga og innleiðingu hringrásarhagkerfisins. Það verður gríðarlega flókið og erfitt verkefni að margan hátt að leysa og það er alveg fyrirséð að það mun fara mikill tími í úrgangsmál og annað er snýrað að málaflokki umhverfismála. Eins og allir vita þá eru umhverfismál orðin mjög stór partur af okkar samfélagi og þau koma orðið nánast allstaðar að og þess vegna hef ég nú haldið að það væri fullt tilefni til þess að vera með umhverfisnefnd til þess að halda vel utan þann málaflokk og tryggja að það eigi sér stað góð og fagleg umræða eins og hægt er. Að auki tel ég að það muni kannski ekki nást mikill sparnaður með því að sameina umhverfisnefnd eins og nú liggur fyrir mannvirkja og hvað heitir þetta núna? Mannvirkja og nei, þetta heitir núna eigna- og veitunefnd, já, og gerir þetta mannvirkja og umhverfissviði. Mér finnst líklegt að við eigum eftir að þurfa að funda kannski eitthvað örar í framhaldinu og sparnaðurinn verður þá kannski ekki alveg að fullu eins og að leggja nefndina niður og ekkert kæmi í staðinn. Ég geta líka á margan hátt verið sammála því sem Kjartan sagði hér menningarnefndina, frístund- og menningarnefndina. Ég veit ekki alveg hvort að við séum að spara eitthvað þó að við séum hugsanlega að spara einhverja krónur á því að hætta með þessar tvær nefndir. Ég hefði viljað að það hefði orðið og hefði verið meiri og kannski dýpri umræða þetta mál áður en að það var lagt fyrir þennan fund. En þetta er staðan og ég tel að þetta sé ekki rétta leiðin á þessum tímapunkti. Já, það er fyrir Sigurjón Arnar Freyr Ólafsson, bílista. Já, virðulegur forseti, bæjarstjórnar, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Það er svolítið áhugavert að fara yfir verklagið á þessu, að við fáum þetta svolítið fram svona til þess að kanna hvernig þetta leggst í okkur sem hér í bæjarstjórn sitjum. Og þegar þetta var rætt þá var þetta sett fram svona til umræðu og þetta var rætt og svo í rauninni kemur þetta fram hér sem tillaga í fyrstu umræðu og maður fyrir að búa sig undir það að þetta sé orðin hlutur, þetta er svona svolítið langt gengið. Ég vissulega fagna því að það sé verið að velta hér upp og velta hér við hverju krónu sem að rekstur sveitarfélagsins er náttúrulega erfiður og ef það er útlit fyrir að þjónusta sem að sveitarfélagið innir af hendi sem er ekki lögbundin er að fara að draga saman að þá er eðlilegt að það sé endurskoðað það stoðkerfi sem er innan veggja sveitarfélagsins. Og það verður þá náttúrulega bara að leggja þetta fram í því ljósi. Ég átta mig illa á því svona hvaða rök það eru nákvæmlega sem að hníga þarna að. Ég kalla því bara eftir betri rökstuðningi fyrir seinni umræðu og væri bara mjög gott að sjá bara hver er hinn raunverulegi sparnaður. Ég man eftir að þetta var rætt að einhverju leyti, ég bara lagði ekki tölurnar á minni, það skrifaði ekki hjá mér og kannski það væri bara gott að fá þetta raunverulega skjalfest. Og vissulega getum við tekið upp erindisbréfin og lesið þau sjálf og farið yfir það hvaða skyldur færast þarna á milli nefnda og að sjálfsögðu er það bara í okkar valdi að kynna okkur það og það er bara hið besta mál. En ég vil sjá svona þennan rökstuðning og ef að það er verið að beina því til okkar og með því að segja að við ætlum að færa til og draga úr þjónustu
sveitarfélagsins við menninguna og þar að leiðandi dregur verulega úr þeim verkefnum sem að þessar nefndir eru að fara að fjalla og þá er bara gott að sjá það svart á hvítu. Þannig að betri rökstuðning en fagna umræðinni og í sjálfu sér þeim vangaveltum hverja krónu. Takk. Já, þakka þér fyrir Arnar Freyr og þá það Álfheiður Einarsdóttir á lista. Takk forseti. Já, þetta eru bara góðar umræður og fínt að fá ýmsar hliðar málsins upp. Ég skil mjög vel að menningarmálin séu mörgum kær. Þau eru mér mjög kær. Og ef ég fengi að ráða og ætti alla peningana í heiminum, þá væri bara hér menningarnefnd og menningarsvið og menningarhús. Það væri bara þannig. En það er ekki þannig, ég ræði ekki öllu. Mér finnst til dæmis með umhverfismálin að þau eigi að vera og yfir allar nefndir, alveg eins og jafnréttismálin. Við erum ekki með jafnréttisnefnd, en það eru allar nefndir að hugsa jafnréttismál. Og þannig finnst mér umhverfismálin líka að vera. Ég treysti hins vegar eign- og veitunefnd sem heitir einhverju nýju nafni, jafnvel kannski eftir næsta bæjarstjórnarfund, fyllilega til þess að taka umhverfismálin þeim föstu tökum í ljósi nýrra laga og reglugerða í úrgangsmálum. Treysti okkur bara fyllilega til þess og það verða engir fundir til klukkan 11 á kvöldin eins og voru, heldur fundum við bara pissur í mánuði frá 8 til 10 og gerum þetta bara vel. Og mér finnst allt í lagi að reyna á þetta. Ég til dæmis vil sjá íbúalýðræðis eða lýðræðisnefnd. Ég myndi vilja sjá bæjarráð eða þá einhverja lýðræðisnefnd sem myndi taka íbúalýðræði, stafræna þróun, hverfisráðin og allt þetta og að reyna að byggja þessa byggðakjarna sem við erum með og að íbúana saman, opið bókhald og allt það. Ég myndi vilja sérstaka nefnd það, en ég veit að hver nefnd kostar peninga. Þá er þetta einmitt bara að skipta hvert fara verkefnin. Og mér finnst að verkefnin, hvar þar fara inn í nefndir, eigi að fara svolítið eftir því hvar við liggja inn á sviðunum. Það er að segja hvaða svið eða embættismaður eða stjórnandi ber ábyrgð á hvaða, þannig að skilaboð fari örugglega á rétta staði. Og ég veit til dæmis að sviðsstjóri mannvirkja og umhverfissviðs verður mjög ánægður þegar umhverfismálin koma aftur inn í nefndina, því að það sparar honum bara mikinn vinnutíma í fundarsetu. Það þurfi ekki að sitja fyrir tvær nefndir á nefndarfundum. Þannig að þetta er margslungið og allir hafa sína skoðanir og það er bara sjálfsagt að viðræða. Ég skil ykkur svo vel. Ég myndi vilja hafa jafnréttisnefnd og lýðræðisnefnd og menningarnefnd og menningarhús. En við verðum einhvern veginn að lenda þessu og þetta er fyrri umræða og við höfum bara nóg að hugsa til þeirra næstu. Takk. Já, þakka þér fyrir Álfheiður. Arna Ýr Gunnarsdóttir, S-lista. Forseti, já, við erum áfram að ræða þessar breytingar og samþykktum sem eða þessar tillögur breytingar og samþykktum sem liggja fyrir fundinum í dag. Og varðandi, ég var nú svona aðeins að veita smá ansvar við formanni og bæjarfulltrúa Sveini Ægi og formanni eign- og veitunefndar að ég veit ekki hvort mér líst á að umhverfismálin fara inn í þessa nefnda því að það er bara eins og hafi fjárfestingaráætlun hafi ekki verið unnin áður. Ég menn hún er unnin hér á hverju einasta ári í þessu sveitarfélagi og er alltaf jafn mikil vinna. Þetta er mikil vinna og hefur verið það öll árin. Hún er ekki meiri vinna núna heldur en öll hinn árin Þannig að þetta er bara mikil vinna að vinna fjárfestingaráætlun og hefur alltaf verið.
En og það breytist sennilega lítið í vaxandi sveitafélagi þar sem stanslaust þarf að vera að framkvæma meira og meira og meira. En og varðandi þetta með að ég tek sannarlega undir það að umhverfismál eru auðvitað eitthvað sem er alltumlykjandi og umhverfisnefndin er til dæmis sendi erindi inn í allar nefndirnar fyrir skemmstu til þess að vekja athygli á okkar flottu umhverfisstefnu sem að við erum með í sveitafélaginu og sem við eigum náttúrulega öll stanslaust að vera að vinna að og þarf auðvitað að vakta vel, bæði það að hún sé uppfærð og það sé verið að sumt af markmiðunum hefur klárast og annað er alltaf þarf að segja það er stöðugt að vinna á ákveðnum markmiðum sem að tekur lengri tíma að ná en auðvitað eru við öll hér í öllum einingum og stofnunum sveitafélagsins að vinna samkvæmt þessari stefnu. Varðandi það að sviðsstjóri eign og veitusviðs, hann situr ekki fundi umhverfisnefndar. Þannig að þar situr annar starfsmaður, þannig að hann þarf ekki á ágjörð því. En mér þykir nú líklegt að sá starfsmaður muni þá fara að sitja nefndina, hina nefndarfundina, þegar að því þau heyra undir í rauninni annan starfsmann sem er deildarstjóri þá. Þannig að það er ekki eitthvað sem við þurfum að ákjör af. Þannig að það verða ekki breytingar þegar kemur á því. En ég ber ekki út af því, mér finnst þetta mikil afturför og í okkar í samfélagi þar sem að umhverfismál eru risastór og vaxandi þáttur. Takk. Já, þakka þér fyrir, Arna. Þetta eru fínar umræður og nú er komið að því að greiða atkvæði að vísa þessum breytingum á samþykktum stjórn og fundarskap sveitafélagsins Árborgar kjörtímabilið 2022 til 2026 til síðar umræðu. Þeir sem eru því samþykkir vinsamlegast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 7. lið á dagskránni og hann er umræða gjaldskrár fyrir árið 2023 og þarna eru 18 liðir og tillögur að breytingum sem við erum búin að ræða hér áður í fyrri umræðu en þó með einni undantekningu og hún er svo að á fundi í gær í eigna- og veitunefnd var samþykkt og vísað til okkar að það er lagt til að gjaldskrá fyrir Selfossveitu 2023 taki mið af hækkun byggingavísitölu og hækki því 10,5% í stað 9% sem var gert ráð fyrir í fyrri umræðinni. Þannig að það er eina breytingin á gjaldskrá frá fyrri umræðu og ég gef orðið frjálst fyrir þá sem vilja tjá sig og Sigurjón Vídalín Guðmundsson þess lista hefur beðið orðið. Herra Forsti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, við erum hérna í einni umræðu gjaldskrár breytingar fyrir árið 2023 og ég ætla að byrja á því að nefna að ég tók eftir að í gjaldskrá vegna fráveitu er öllum líkindum vitlaus prósentutala þar sem að þar er ennþá inni 0,251 en eftir því sem að fjárhagsáætlunin gerir ráð fyrir þá á hún að vera 0,1. Bara allir séu meðvitaðir það. Nú, á síðasta fundi þá óskaði ég eftir því að það yrði tekið saman skjal sem sýndi prósentutöluhækkunar á gjaldskránni fyrir hvert lið fyrir sig og hún fylgir með í þessu skjali og
og fyrir það ber að þakka. Þetta virkilega vel gert og góð og mikil framför. Það auðveldar öllum að sjá hvað hækkar og hvað. Og ef maður rennir yfir töfluna þá sést að meðalhækkunin 9% og hækkunir einstakra liða í gjaldskránni eru frá rúmlega 8% og upp í tæplega 60%. Skulum þó hafa það í huga að svona prósentutölur eru kannski villandi að því til og oft erum við að ræða mjög lágar krónutöluhækkanir. Þannig að ég hvet bara fólk til þess að kynna sér það. Í einhverjum tilfellum erum leiðréttingar á gjaldskrá að ræða og það eitthvað sem er nauðsynlegt og ekki hægt að gagnrýna. En í einhverjum tilfellum plata hækkun að ræða sem að virðist ekki vera rökstudd að neinu leyti nema því að það er rekstrar erfiðleikar hjá sveitarfélaginu eins og svo mörgum öðrum sveitarfélögum. Og þá veltir maður því óneitanlega fyrir sér hvort að það sé rétt að fara í svona brattar hækkanir eða hvort að það hefði átt að fylgja þeirri stefnu sem hefur verið hér og var í tíð síðasta meirihluta að láta verðbólguspá Þjóðhagsstofnunar gilda en hún 5,6% fyrir 2023. Auðvitað munar þetta umtalsvert í einhverjum tilfellum en við verðum átt okkur á því að þessar auka álögur þær leggjast á íbúana og íbúarnir eru í sömu sporum og við sem erum að reka sveitarfélagið. Það hátt vaxtastig og það verðbólga og það er óvissu ástand upp að vissu marki. Og ég hef allavega lýst því yfir og held áfram að lýsa því yfir að ég lít svo á að eitt af hlutverkum sveitarfélagsins sé að létta undir með íbúunum og jafna byrðarnar. Og ég held að við höfum kannski ekki horft nægilega vel í þá átt hvað þetta varðar. En öðru leyti hvet ég fólk enn og aftur til þess að kynna sér þessar breytingar og þakka fyrir mig. Já, þakka þér fyrir Sigurjón og takk fyrir ábendinguna. Hún var rétt mætt þarna áðan. Breyta því í gögnunum og þá hefur Álfheiður Einarsdóttir álistabeðið orðið. Já, takk forseti. Kem hérna undir gjaldskrárbreytingar. Ég var einmitt á síðasta fundi einn af þeim sem að bað að fá viðmið við síðasta ár. Það að segja, ég gat ekki farið að bera saman og var mjög ánægð með þetta skjal þar sem ég sá munin á milli ára. Þarna hefði ég viljað sjá kannski meiri vinnu á okkar hálfu við að forgangsraða. Og bendi til dæmis á að svona þetta umtalaða meðaltalshækkanir að ég til dæmis hefði alveg verið til í að hækka dýra hunda- og kattagjald frekar heldur en leikskólagjöld eða annað. Þannig að mér hefði við alveg geta fundist við geta gefið okkur aðeins meiri tíma í að forgangsraða í þágu barna og barnafjölskyldna. Þannig að að lækkanirnar þar yrðu sem lægstar en í svona, ég veit ekki hvort að maður á að kalla gæludýr lúxus, þetta er náttúrulega orðið partur af fjölskyldunni á mörgum, en þið vitið hvað ég á við, að það sem er ekki, að það sem þú verður ekki að reka, að það væri þá hærri eða meiri hækkanir þar. Og mér hefði fundist alveg geta leggjast aðeins betur yfir þetta til þess að koma því í kring. Takk. Takk fyrir Álfheiður, þá hefur Bragi Bjarnason álistabeðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur.
já, það er alveg hárrétt að það er ekkert léttvægt eða ánægilegt við það að við erum að leggja fram fjárhagsáætlun með svona gjaldskrárhækkunum sem bitnar í rauninni eða koma náttúrulega alfarið á okkur og alla íbúa í sveitarfélaginu. Og eins og framkomið undan þá eru náttúrulega hlutaði eru þessir ytri aðstæður, verðbólga og slæmstaða sveitarfélagsins sem hefur það í för með sér að við komumst ekki hjá því að fara í þessar hækkanir á þessum tímapunkti. Og eins og kom fram hjá forseta þá var ákveðið eign og veitu að Selfossveitur myndi hækka þess herra vegna gífurlegra fjárfestingar sem fyrir við þar á næstu árum og þetta er bara þörf á því að koma til móts við það strax. Og leið betur það okkur náttúrulega neytendur til þess að huga vel eins og staðan er núna að notkun okkar á heitu vatni. Það skiptir miklu máli að við hugsum það, tökum það hvert og eitt til okkar. En ég tek líka undir að við eigum að hefja alla vinnu við fjárhagsáætlun snemma árs og við munum gera það á næsta ári og þetta er akkurat einn af þeim liðum sem við munum þá geta skoðað betur, mögulega forgangsraðað og raðið upp á fyrir næsta ár og það er rauninni mjög mikilvægt að fjárhagsáætlunin sé unnin með mun lengri fyrirvara, þannig viljum við gera það, þannig að þessar umræður geti farið fram svona á lengri tíma og þar að leiðandi hægt að mögulega færa á milli og fara ekki beint í meðaltalsendu skoða það á milli, það er bara akkurat eitthvað sem við eigum að skoða vel. En takk eiginlega. Takk fyrir Bragi. Arna Ýr Gunnlaugsdóttir S-lista. Forseti, já, við erum að ræða gjaldskrárhækkanir sem að liggja hér til afgreiðslu þessa fundar sem hluti af fjárhagsáætlun ársins 2023 og eins og Sigurjón kom hérna inn á áðan þá eru þetta miklar hækkanir. Það er í rauninni verið að leggja til 9% hækkun á öllum gjaldskrám í sveitarfélaginu og 10,5% hækkun á heitavatninu. Þetta er í fyrsta sinn, svo ég muni, og sem að gjaldskrár í sveitarfélaginu eru hækkaðar meira heldur en verðbólguspá ársins er. Verðbólguspá næsta árs er 5,6%. Og þetta er auðvitað töluvert hærra en það. Það er nýbúið að semja kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Það er allavega búið í tveimur af stærstu launþegahópum landsins. Þar voru við ekki að sjá 9% hækkanir. Það voru 7% hækkanir það bil. 6,7, tæplega 7% hækkanir. Þannig að það eru auðvitað umhugsunarvert þetta með byrðarnar, hverjir eru að bera byrðarnar og ég er búin að kynna mér nokkuð vel önnur sveitarfélög, hvernig gjaldskrárhækkunum er hagað í þeim sveitarfélögum sem við höfum borið okkur saman við, þeir sem eru á svipaðri stærðargráðu og annað. Það virðist vera sem að margir sveitarfélög hafi skoðað þetta annan hátt en við og forgangsraðað í þágu ákveðna hópa. Ég tek dæmi Mosfellsbæ og Akureyri þar sem að eru 9% hækkanir á gjaldskrám, en þar sem leikskólagjöldin hækka ekki. Hafnarfjörður og Kópavogur eru að hækka gjaldskrána minna, 7%. Þannig að þar er verið að horfa til þeirra hópa sem bera þyngstar byrðar og er að greiða, eru á þessum þungu tímabilum í lífinu, þar sem eins og leikskólagjöldin, þau eru, þó svo að foreldrar séu bara að borga 10% af gjöldum, þá er það stór hluti af launum ungra fjölskyldna. Það er bara staðreynd mála. Og nú fyrir utan þá sem að lægstu launin hafa í landinu, að það eru náttúrulega leikskólagjöldin alveg svakalega hár hluti af tekjum heimilsins, mánaðarlegum tekjum heimilsins. Þannig að þetta eru miklar hækkanir og svo er annað náttúrulega líka að hér í þessu sveitarfélagi þá eru við að hækka eins og leikskólagjöld 9% en við erum líka að skerða þjónustu. Og það er
það er mjög umhugsunarvert að við erum bæði að hækka leikskólagjöldin 9% og við erum líka að draga úr opnunartíma, það er að segja þjónustunni á leikskólanum. Þannig að þarna hefði nú svona verið spurning að skoða hlutina mögulega með öðrum hætti. En ég ætla að láta duga varandi þetta. Takk. Takk fyrir, Arna. Eru fleiri? Já, Ellý Tómasdóttir, Fjóla Kristinsdóttir, G-lista. Ég var búin að skrifa þetta allt saman niður hérna. Skrifa þetta. Forseti, bæjarritari og bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Það er auðvitað ekki sársaukalaust að fara í þær aðgerðir sem við erum að fara í og þær hækkanir sem við erum að fara í hér. Það verður algjörlega að segjast og við getum deilt það hvað er rétt að hækka og hvað er ekki rétt að hækka en við getum ekki deilt það að staða sveitarfélagsins er grafalvarleg og það er alveg rétt sem að bæjarfulltrúi Arna segir að þjóðarspáin er 5,6 fyrir næsta ár en hún var líka 3,3 fyrir þetta ár og raunin er allt önnur. Þannig að staðan er auðvitað svo að þær hækkanir sem við erum að fara í núna eru byggðar auðvitað á því að það er bara ákveðin þrýstingur á hækkun vegna raunhækkana á alls konar aðföngum, launum og því sem tengist rekstrinum. Við erum ekki að gera það einhvern veginn bara út í lofti. Þetta er bara það sem við stöndum frammi fyrir, sá raunveruleiki sem við stöndum frammi fyrir og því miður það sem við þurfum að gera. Við erum ekki í þeirri stöðu sem mörg önnur sveitarfélög í. Auðvitað eru mörg sveitarfélög í erfiðri stöðu, en við erum í mjög erfiðri stöðu og erum mjög skuldug og þurfum bara að horfa á alla þætti og það er einhvern veginn ekkert undan skilið. Ekki við, ekki neinar deildir og það hefur verið frábært að geta einhvern veginn, í rauninni hagrætt einhvern veginn öðruvísi. Og við væntanlega munum deilum það áfram hvað sé best að gera og hvað aðgerðir séu heppilegastar en svo bara svo það sé sagt þá eru þær aðgerðir sem við erum að fara í ekki sársaukalausar en svo er líka ágætt að segja bara upp á þær eru ekki nóg vegna þess að við erum bundin að því samkvæmt lögum að fara undir ákvæði skuldaviðmið fyrir áramót 2025-2026 og meðan við það sem við erum að gera núna er það ekki nóg, við erum ekki að ná því þannig að bara svo það sé sagt að við þurfum að gera miklu meira og það mun verða áframhaldandi krafa á hagræðingu og vonandi gengur þjóðarspáin eftir hjá Ásgeiri og þetta mun allt horfa til betri vegar í lok næsta árs og byrjun árs 2024. Ég sannarlega vona það og þá getum við farið í það að endurskoða alls konar hluti en þetta er bara raunveruleikin sem við stöndum frammi fyrir og þjóðarspáin, það eru sum sveitarfélög, ég er að fara í 7, 8, sum er að fara í 9, þetta er aðeins misjafnt og sum búa bara það vel að þau þurfa ekki að gera þetta, geta hlíft ákveðnum hópum en miða við hver raunin er þetta árið, miða við hvað við vorum að miða við, að þá er bara ákveðin þrýstingur þarna. Takk. Takk fyrir Fjóla, Ellý Tómasdóttir, G-lista. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég gerir mér alveg fulla grein fyrir því að við erum ekkert í góðri fjárhagslegri stöðu en ég tek undir bæði með Örnu og Álfheiði að ég hefði kannski viljað skoða þessa gjaldskráhækkun aðeins betur. Til dæmis að bara svona fyrir þennan almenna íbúa þá maður alveg að leggja á sig töluverða vinnu til að fá yfirsýn yfir fjármál sveitarfélagsins og það stingur alveg svona aðeins í stúf þessi hækkun eins og bara með leikskóluna ef við tökum það sem dæmi. Ég hefði til dæmis persónulega viljað ekki jafn mikla hækkun þar og kannski hækka meira annars staðar og bara sem dæmi þú veist í dag ég er að borga 40.961 fyrir eitt barn á leikskóla og
áramótin, þá eru það 44.644 en í Kópavogi til dæmis er þetta 35.000 kall, 35.400 og eitthvað. Þannig við erum með einn hæðstu leikskólagjöld á landinu, með þeim hæðstu. Þannig að, og ef ég myndi nú bara bæta við líka svo fasteignagjöldunum mínum og þá er ég komin yfir 100 skallin í bara leikskólagjöld og fasteignagjöld og allt annað eftir. Og bara fyrir, það er ekkert allir sem að gætu þetta. Þannig að ég veit það er kannski erfitt að segja hvar maður hefði viljað hækka og hvar ekki og svona, en ég horfi alveg á til dæmis bara eins og með stöðuleyfin og eins lóðargjöld, ég hefði kannski alveg viljað hækka það enn meira. Og kannski þá frekar láta það ekki bitna jafn mikið á þessu unga fólki sem er með börn á leikskóla eða bara fólki með börn á leikskóla, það er ekkert endilega bara ungt fólk. Þannig að, en já, bara, vildi bara koma þessum vangaveltum mínum hér upp. Takk fyrir. Mjög gott, Ellý, takk fyrir. Og Arnar Freyr Ólafsson, Kirsta. Já, forseti, bæði fulltrúar og aðrir tilheyrendur. Takast tveir pólar á í mínu höfði, það er annars vegar rekstrarmaðurinn og hins vegar hinn umhyggjusami einstaklingur fyrir þeim sem að sko kannski hafa ekki mikið fé á milli handana og þetta er vissulega erfið staða. Gerum við fyllilega grein fyrir því að hér að hluta til leiðréttingu á fyrri gjaldskrá eins og við höfum séð að þá þetta verðbólgan, hún er búin að éta upp gjaldskrárhækkunina sem var á þessu ári og meira til og því varð að einhverju leyti örugglega að leiðrétta það hluta og svo verðum við að reyna að sjá fyrir hver verðbólgan verður á næsta ári og hækka verð í samræmi við það. Þannig að þarna er verið vissulega að reyna að feta eitthvað einstígi sem er bara ekki einleikið og það er erfitt og ég svona verð að segja eins og að ég get ekki annað en tekið svolítið undir með þessar gjaldskrárhækkanir en svo kemur það niður á þeim sem að kannski eru hér að stuðla hvað mest hagvexti til framtíða, það er barnafólkið og þeir sem eru á leigumarkaði vissulega að fá hærri leigugjöld á sig vegna hækkunar á fasteignagjöldum og þannig að það getur eiginlega engin hönd fyrir höfuð sér borið því miður. En hvernig getur við leiðrétt eða réttlætt þessar hækkanir? Við getum sýnt fram á það að félagið, að sveitarfélagið, að það fari vel með þá fjármuni sem að það er verið að heimta fyrir þá þjónustu sem er verið að veita. Og þá horfum við einfaldlega inn á við og segjum við erum að velta við hverju krónu, ekki satt? Það er rétt. En getum við í rauninni hort ennþá dýpra og þá ákallar maður bara þetta til bæjarfulltrúa og allra starfsmanna sveitarfélagsins sem eru æri margir og ég veit að það eru mjög margir sem að tóku þátt í þeim hagræðingaraðgerðum sem að voru settar fram, brugðust mjög hratt við. Við sjáum það í þeim tölum sem að er að koma hér fram. Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri áætlar að geta dregið saman í rekstrakostnaðum 15,6 milljónir ef ég man rétt. Þetta gerðist bara á 1-2 vikum og þetta er ofsalega verðmætt og manni svona maður fær aðeins öðruvísi sýn á þau störf sem eru innt af hendi hér innan sveitarfélagsins og klappar svolítið fyrir því í rauninni. En við þurfum í rauninni að ganga svolítið lengra. Ef við ætlum að gera þetta svona, fara út í þessar hækkanir, að þá verðum við að sýna mjög svo ábyrga fjármálastjórn áfram og auðvitað hvet ég alla starfsmenn og ágæta
bæjarstjóra eða bæjarstýru og meirihluta og minnihluta í þessu áfram og við reynum að finna einhvern flöt til þess að fara sem best með það fé sem við öflum fyrir hönd sveitarfélagsins og þess vegna ég treysti því að það verður þannig og þess vegna svona getum að samþykkt þessar gjaldskrárhækkanir til sitt leyti. Takk fyrir Arnar og þá er mælendaskrá tæmd. Þá ætla ég að leita hér að skjali sem Þá höfum við rætt gjaldskrárbreytingar síðari umræðu fyrir árið 2023 og þá er það sem sagt fyrst að lagt til að gjaldskrá fyrir Selfossveitur 2023 taki mið af hækkun byggingavísitölu og hækki því 10,5% í stað 9% sem gert var ráð fyrir í fyrri umræðu. Ég ætla bara að taka þetta sérstaklega fyrir hérna og fyrir þá sem að ef mann ekki athugasemd við það, þannig að þetta er eina breyting frá fyrri umræðinu og þeir sem eru því samþykkir vinsamlegast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er lagt til að gjaldskrám fráveitu sé leiðrétt í samræmi við fjárhagsáætlun þannig að fráveitugjaldi lækki úr 0,25 í 0,10% fráveitugjaldi. Þetta var einhver misritun eða glemdist að breyta því inn í gögnunum þannig að ég ætla að taka það hér sérstaklega fyrir og þeir sem það samþykkja vinsamlegast gefi merki. Það er samþykkt. Og þá er það heildartillagan að breytingum með þessum áorðnu breytingum sem hér hafa verið gerðar þá legg ég heildargjaldskrána árið 2023 fyrir fundinn og þeir sem að samþykkja hana í heild sinni vinsamlegast gefi merki. Það er samþykkt með 6 atkvæðum þeir sem eru á móti. Það er enginn á móti, það sitja 5 hjá, bæjarfulltrúar S-lista, A-lista og B-lista og samþykkt með 6 atkvæðum D-lista. Nú, þá er það afgreitt og þá förum við í 8. lið á dagskrá fundarins. Það er útsvarsprósenta 2023. Lögð fram eftirfarandi tillaga útsvarsprósentu. Miðað er við að útsvarshlutfall fyrir árið 2023 verði hámarksútsvar, það er 14,52% af útsvarsstofni. Ég opna fyrir umræður þessa útsvarsprósentu sem hér er kynnt til leiks. Það er enginn sem að kveður sér hljóðs og þá göngum við til atkvæða þeir sem eru því samþykki vinsamlegast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er það 9. liðurinn á dagskrá fundarins. Það er fjárhagsáætlun 2023 til 2026, síðar umræða. Og hér eru ýmsir hlutir sem að framkoma og hér er greinargerð sem liggur fyrir fjárhagsáætlunina og ég ætla að gefa orðið til Fjólu Steindoru Kristinsdóttur, bæjarstjóra og bæjarfulltrúa D-lista. Og hún ætlar að fylgja þessari greinargerð hér úr hlaði. Forseti, bæjarritari, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Þá er það fjárhagsáætlun nú lögð fram til seinni umræðu fyrir sveitarfélagið Árborg árið 2023-2026. Breytingar hafa átt sér stað milli umræðna og verður farið yfir þær hér á eftir. Einkum verður gerð grein fyrir breytingum á áætlun ársins 2023 en stikla og stór yfir áætlanir fyrir árið 2024-2026. Fjárhagsáætlun er lögð fram til seinni umræðu með halla upp á 1.855.666 krónur sem er ekki ásættanlegt en endurspeglar stöðu sveitarfélagsins í dag og það verkefni sem liggur fyrir bæjarstjórn og starfsmönnum. Unnið verður áfram á nýju fjárhagsári í hagræðingu í rekstri sveitarfélagsins og gert ráð fyrir 100 milljón króna hagræðinga kröfu á árinu 2023 ásamt því að skapa frekari tækifæri til aukinna tekjuöflunar á næstu árum. Fjárhagsáætlun vinna ársins 2023 var unnin í sameiginlega öllum bæjarfulltrúum og vil ég þakka enn og aftur samstarfið
og þá sérstaklega þakka fjármálastjóra og starfsmönnum sveitarfélagsins fyrir framúrskarandi gott samstarf. Fjárhagsáætlun 2023 miðar fyrst og fremst að því að gæta aðhalds og ná utan um reksturinn til lengri tíma. Hagræðingarkrafa var á alla málaflokka en bæjarstjórn lagði áherslu á að verja starf velferðarþjónustu og aðra grunnþjónustu við fjölskyldur í sveitarfélaginu. Við áætlun útsvars er horft til væntanlegra útsvarstekna, atvinnuleysis, launaþróunar og fjölgunar íbúa en gert er ráð fyrir 5% íbúa fjölgun á ári til ársins 2026. Umfangsmiklar framkvæmdir verða áfram í Árborg á næsta ári til að tryggja að grunninnviðir mæti þörfum íbúa og fyrirhugaðri fjölgun. Því miður verður að færa einhverja framkvæmdir milli ára í 3 ára áætlun en af nýjum verkefnum á framkvæmdar áætlun ársins 2003 ber hæst bygging annars áfanga Stekkjarskóla, hreinsunarstöð í Geitanesi, gatnagerð í Bjarkarlandi og Víkurheiði ásamt jarðborun Selfossveitna eftir heitu vatni. Unnið verður áfram markvisst að viðhaldi fasteigna og gatnakerfis í öllum byggðakjörnum sveitarfélagsins en mikilvægt er að sinna viðhaldi þó fjárhagsstaða sé erfið. Bæjarstjórn Árborgar mun í fjárhagsáætlun koma til móts við íbúa og fyrirtæki vegna verulegar hækkunar á fasteignamati árið 2023. Fasteignagjöldin samanstanda af fasteignaskatti, lóðarleigu, fráveitu og vatnsgjaldi og sorphirðugjaldi. Bæjarstjórn ákvað að lækka ekki fasteignasskattsprósentu vegna tengingar hennar við framlag jöfnunarsjóðs, heldur lækka fráveitu og vatnsgjaldi til að milda heildarhækkun fasteignagjalda að jafnaði 10–20%. Við útreikning framlaga frá jöfnunarsjóði er tekið mið af álagningarprósentu fasteignaskatts á árinu 2022. Sveitarfélög eiga erfitt með að lækka prósentu fasteignaskatt því þá lækka framlög til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sem þýðir tvöföld tekjuskerðing. Sveitarfélagið Árborg mun því mæta hækkun fasteignamats með lækkun annarra gjalda. Þannig verður vatnsgjald lækkað úr 0,72% í 0,15% og fráveitugjald lækkað úr 0,251 í 0,10 fremur en að snerta fasteignaskattsprósentuna beint. Sveitarfélagið kemur þannig til móts við íbúa fyrirtæki auk þess sem greiðslu verður dreift og 11 mánuði í stað 10 til að létta mánaðarlega greiðslubyrði. Með verulegri lækkun á fráveitu og vatnsgjaldi vill bæjarstjórn koma til móts við íbúa og fyrirtæki vegna lækkunar á fasteignamati vegna hækkunar á fasteignamati fyrir árið 2023. Lóðarleiga mun haldast óbreytt milli ára, sorphirðugjald hækkar 9% milli ára vegna aukinnar útgjalda við sorphirðu. Það er þó fyrirséð að endurskoða þarf sorphirðugjald á árinu í takt við þróun sorphirðu og ný lög sem mun taka gildi næstu áramót. Útsvar fyrir árið 2023 verður óbreytt eða 14,52% eins og áður hefur komið fram. Almenna gjaldskrárhækkanir verða jafnaði 9% sem í samræmi við forsendu fjárhagsáætlana. Óvissuþættir fyrir komandi ár eru þó nokkrir og ber fyrst að nefna kjarasamninga. Nýir kjarasamningar hjá flestum félögum á almennum markaði hafa verið undirritaðir við Samtök atvinnulífsins og er gildistími til 31. janúar 2024. Fleiri kjarasamningar á opinberum markaði gilda fram til 1. mars 2023 en samningar við kennarafélög til 1. september 2023. Verðlagsforsendur hafa breyst mikið og verðbólga á árinu meiri en gert var ráð fyrir ásamt hækkandi vöxtum. Þessar aðstæður hafa áhrif á rekstur félagsins en eins og áður hefur sagt vonandi stenst þjóðhagsspá Hagstofunnar sem spáir lækkandi verðbólguna strax á næsta ári. Það dylst að engum aðstæður eru erfiðar og mikilvægt að halda áfram að leita leiða til hagræðingar. Bæjarfulltrúar og starfsfólk sveitarfélagsins mun taka höndum saman við það verkefni en því miður þarf mögulega eins og komum við fram hér með gjaldskrárhækkunum að draga úr þjónustu sveitarfélagsins til skamms tíma. Það eru þó mikil tækifæri í sveitarfélaginu og viljum við halda ótröð áfram í þessu verkefni því við höfum mikla trú á sveitarfélaginu, starfsfólki og íbúum. Ég ætla ekki að fara sérstaklega yfir ekstra niðurstöðuna hér að fara að lesa hana en ég vek athygli á að gögn voru send út í dag aftur vegna innsláttarvillu sem hefur verið leiðrétt og vil ég biðja afsökunar á þessum mistökum enn og aftur en við töldum rétt að úr því að þau uppgötuðust að koma gögnunum strax út og koma út leiðréttum. Þakka þér fyrir, Fjóla, og það er opið fyrir mælendaskrá fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Árborgar fyrir 2023 til 2026. Ef hér eru einhverjir kjörnir fulltrúar sem vilja tjá sig áætlunina. Álfheiður Einarsdóttir álista.
forseti, aðrir fyrirrendur. Ég ætla ekki að fara mikið efnislega í þessa fjárhagsáætlun. Þetta eru óvenjulegar aðstæður. Við erum á kosningaári. Það var mikil nýliðun innan bæjarstjórnar. Þannig að mörg okkar voru að þessu í fyrsta skipti. Og ég geti sjálfsagt setið hérna og verið mjög, eða staðið hér og verið mjög neikvæð og sett út á hitt og þetta. En mér langaði kannski bara aðalega, þú veist, mér finnst þetta dálítið bara, þetta er náttúrulega bara sorgleg staða sveitarfélagsins og við þurfum einhvern veginn öll að leggjast á sem eitt. Ekkert bara við gerum fjárhagsáætlun, heldur bara við reksturinn og vera á tánum allt næsta ár til þess að reyna að snúa skipinu við. Og við sem höfum stýrt skipum, að við vitum að það er ekkert gert á núinu, sko. En ég vildi kannski bara ítreka enn og aftur þessi vinnubrögð. Og ég myndi vilja kalla eftir því að strax í upphafi árs lægi fyrir áætlun fjárhagsáætlunarvinnu þess árs. Reglulega fundir, reglulega farið yfir. Og ég vil sjá nýja nálgun. Mér er mjög illa við þessar gamaldags efnahagsaðgerðir sem eru flatur niðurskurður og á allar deildir og það er bara duga, sko. Ég vil fara í verkefnabaseraða fjárhagsáætlun og jafnvel með þátttöku íbúa. Og þannig að ég vil kannski bara brýna okkur á að við erum að fara með skattfé, okkur ber að fara vel með það. Ég var að setja minn fyrsta fund, aðalfund SAS. Ég var að setja mína fyrstu fjármálaráðstefnu sveitarfélaga. Ég var að setja minn fyrsta aðalfund héraðsnefndar Árnesinga til dæmis. Og það var mjög margt þar sem kom mér á óvart og ég held að það séu bara mjög mörg verkefni sem við þurfum að horfa á, miklu frekar heldur en 3% niðurskurður þarna, 5% niðurskurður á þessa deild, án þess að neitt sé verið að spá í hvað er verið að gera. Mér finnst þetta rosalega gamaldags og barn síns tíma. Við þurfum að hugsa af hverju erum við í þessu samstarfi. Hvað fáum við út úr því? Getum við gert þetta betur eða öðruvísi? Getum við endurskipulagt? Ég er líka til dæmis þetta með ráðningabann eða ráðningarstopp. Þannig að ef einhver hættir eða er komin á eftirlaun að ekki sé ráðið í staðinn. Þörfin er kannski ekki þar. Þar er kannski þörf fyrir starfsmann. En þyrfti kannski að spara annars staðar. Þannig að ég bara vil sjá okkur vinna þetta miklu betur og ekki á spretthlaupi eins og við gerðum núna. Og við lærum bara því, byrja fyrr og svo vildi ég bara ítreka það áðan að í sambandi við þessa forgangsröðun, það sem Arna Ýr nefndi, sem var bara kemur beint út úr mínu hjarta að það er einhvern veginn, sko, það eru bæði miklar hækkanir á leikskólagjöld, fæðispeninga í grunnskólum og á sama tíma og það er skert þjónusta. Og ég, ennú sem betur fyrir orðin það gömul að ég er ekki með börn á skólaskyldu aldri eða leikskóla aldri, en ég get alveg sagt ykkur það að ég hefði ekki með þessari þjónustu skerðingu sem er verið að boða, þá hefði ég ekki getað sinnt þeirri vinnu sem ég sinnti á þeim tíma sem ég var ein með mín 2 börn á leikskóla. Það hefði bara ekki verið séns. Og þá því það launaskerðing á mitt heimilishald sem bitnar á mér og börnunum mín. Og ég vil bara fólk hugsi þetta, að það þarf 2 fyrirvinnur fyrir heimili, það er bara þannig. En það er mjög mikið af einstæðum foreldrum og við erum með mikið af nýju aðkomufólki í sveitarfélaginu sem á kannski ekki mikið stuðningsnet
í kringum sig hér. Það er kannski ekki amma eða afi eða frænka eða frændi. Það er bara nýtt í sveitafélaginu. Þannig að ég myndi vilja sjá sko, að við myndum reyna að forgangsraða þannig að tekjulágir, þeir sem eiga minna sín, eldra fólki, fatlaðir, barnafjölskyldur, einstæðir foreldrar, að það yrði forgangsraðað einhvern veginn í þeirra þágu. Annars ætla ég ekki að tjá mig meira þessa fjárhagsáætlun að svo stöddu, en það tel ég mig ekki forsendur hafa til þess. Þannig að ég er búin að vera með þessi gögn í mjög stuttan tíma og eins og ég sagði áðan, vinnubrögðin hafa verið þannig að við höfum bara mjög lítið rætt fjárhagsáætlun sveitafélagsins. Já, þakka fyrir Orfeður. Við erum að ræða fjárhagsáætlun Árborgar sveitafélagsins 2023 til 2026. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Arna Ýr Gunnarsdóttir, S-lista. Forseti, já, ég get nú tekið undir að mörgu leyti með Álfheiði og við höfum svo sem rætt þetta oft áður hérna í bæjarstjórninni. Það er svona vinnulagið, verklagið við undirbúning fjárhagsáætlunar. Það hefur margt batnað í gegnum árin. Við höfum tekið upp betra vinnulag og svona samstarfið aukist smátt og en betur má duga skal. Ég er algjörlega sammálaði að allar hugmyndir að svona bættu vinnulagi og þannig að svona við höfum betri tíma til þess að skoða hlutina og rýna og það allt saman. Það er bara allt gott varðandi það. En í vinnunni núna þá komu ofsalega góðar og vandaðar hugmyndir frá mörgum starfsmönnum og forstöðumönnum í sveitafélaginu og megi þeir hafa mikla þakkir fyrir og það verður náttúrulega áfram unnið með þær hugmyndir. Það eru auðvitað sumt komu auðvitað svona svolítið seint fram og náðist ekki alveg að skoða hlutina onni í kjölinn, af því að við verðum auðvitað að vanda okkur sem stjórnsýsla og skoða allt saman onni í kjölinn, hvort það er mögulegt og hvort að stundum er dýrara að spara heldur en að eða þarf að segja að stundum er verið að kasta krónunni og það allt saman, þannig að það þarf að fara vel inn í saumana á fleiri hugmyndum sem hafa komið fram. Yes. Og en ég vil nú að svona hrósa meirihlutanum fyrir hvað þeir eru þeir komast svona skemmtilega orði varðandi hækkun á fasteignagjöldum. Þetta er svona svolítið nýtt hvernig þeir svona setja þetta fram á þann hátt að þeir hafa náð að draga úr hækkun. Það er náttúrulega ákvörðun hverrar sveitarstjórnar fyrir sig. Hversu mikið og hversu mikil fasteignagjöldin er að vera. Og þó að fasteignamat hækki, þá erum við ekki að gera íbúunum eitthvað góðverk með því að draga úr hækkuninni. Það er náttúrulega bara ákvörðun hverrar sveitarstjórnar fyrir sig. Og það er alveg ljóst að fasteignagjöld á íbúa, það sem að fasteignaeigendur í sveitarfélaginu munu finna fyrir er að fasteignagjöldið er að hækka 10–20%. Alveg sama hvað meirihlutin skýrir þetta, hvaða nöfnum þeir skýra þetta sé að draga úr hækkunum, þeir séu að fjölga gjalddögum. Ég meina gjöldin eru samt að hækka 10–20%. Ársafkoma íbúa skerðist þessa peninga. Þannig að það er alveg á hreinu og það er engir hókus-pókus tricks við þetta. En þetta er svona, ég vil hrósa þeim fyrir að komast skemmtilega orði í greinagerðinu og líka svona það sem þeir hafa verið að láta frá sér á samfélagsmiðlum þetta.
En þetta náttúrulega bara mjög skýrt, það er verið að hækka fasteignagjöldin 10-20%. Það er alveg á hreinu. En en ég ætla bara aftur að þakka fyrir fínt samstarf og gott samtal og góða samræður á undirbúningsfundunum fyrir fjárhagsöflunargerðina. En ég er með samt eina breytingatillögu sem ég ætla að leggja fram við fjárhagsáætlun. Og hún hljóðar svo, breytingartillaga við fjárhagsáætlun, undirrituð leggja til að þóknun formanns bæjarráðs verði aftur 21% af þingfararkaupi eins og hún var áður en meirihluti D-lista hækkaði hana í 65% af þingfararkaupi. Við þetta sparast tæplega 7 milljónir króna á ári sem er hærri fjárhæð heldur en sparast við þá þjónustu skerðingu við að stytta opnunartíma leikskólana í sveitarfélaginu. Og svo er smá greinargerð. Í fjárhagsáætlunarvinnu undanfarna vikna hefur allra leiða verið leitað til að finna möguleika til sparnaðar í rekstri sveitarfélagsins. Öllum steinum hefur verið velt við og teknar hafa verið ákvarðanir skerðingu á þjónustu sem geta valdið miklum óþægindum fyrir íbúa. Ekki verður séð að það hafi áhrif á þjónustuna af íbúa sveitarfélagsins eða þau verkefni sem formaður bæjarráðs hefur með höndum að þóknunin fari úr 65% í 21% af þingfararkaupi. Það hlýtur því að teljast eðlilegt að allir leggi sitt á vogarskálarnar til þess að almenn sátt ríki í samfélaginu sársaukafulla skerðingu á þjónustu og hækkanir og gjaldskrám sem snerta íbúa svo sannarlega. Og undir þetta skrifa Arna Eir Gunnarsdóttir S-lista og Sigurjón Vídalín Guðmundsson S-lista. Þakka fyrir Arna, eru fleiri, Arnar Freyr Ólafsson, B-lista. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég ætla nú að gera svo djarfur að tjá mig bara efnislega þessa ágætu fjárhagsáætlun sem að fyrir okkur liggur og okkur ber að fjalla En það liggur alveg ljóst fyrir að þessi áætlun mun aldrei standast. Það er eiginlega sammerkt, það er ekki að því að hún er illa unnin, það er ekki að því að þessi meirihluti vann þessa tillögu, það er vegna þess að allar áætlunir sem gerðar eru bera það með sér og það mun aldrei standast. Það er 0,001% líkur á því. Þetta er fjárhagsáætlun sem við erum að horfa á sem er án allra viðauka. Og ég bið þannig rétt upp hend sem hefur setið hér í bæjarstjórn og hefur farið í gegnum ár án viðauka eða frávika. Við vitum það bara hreinlega að þetta er besta getgáta okkar hvernig rekstur verður á næsta ári. En þetta er líka í rauninni besta niðurstaða sem er mögulega fyrirsjáanleg vegna þess að við sjáum fyrir okkur að viðaukar koma. Og þess vegna vitum við að við erum raunverulega verr stödd heldur en við erum að áætla. Það er það sem við vitum. Og við vitum að vandamálin koma hraðar til okkar heldur en þau líta út á Excel-skjalinu í þessari fjárhagsáætlun. Þannig að við getum tíundað þetta svolítið, en við erum að horfa á næstu 4 árum. Þá erum við að horfa á það að tekjur aukast 37%. 5,4 milljarðar. Árunum 2026 og frá núlíðandi ári þá aukast þeir 5,4 milljarðar. Skuldir þar aukast 9,4 milljarðar og það er 48,9%. Þetta er besta mögulega niðurstaðan að því. Fer úr 19 milljörðum í skuldir í 29 milljarða koma eitthvað. Þannig að við erum að sjá þarna 50% aukningu á skuldum sveitarfélagsins á 4 árum.
þetta er bara grafalvarleg staða. Þetta er staðan sem að hefur verið nefnd hérna áður og þetta er ekkert grín. Við tölum saman hérna gjaldskrárhækkanir og ég kem hér upp og tala að það verði að velta við hverri krónu, það verði að horfa í frekari aðgerðir, það verður að hvetja til aðhalds í rekstri alla starfsmenn sveitarfélagsins og það verður bara allir að horfa í eigin barm. Það er nú bara þannig. Af því að þetta getur ekki gengið svona. Ef þetta gengur svona áfram, að þá kusu kjósendur ekki yfir sig meirihluta sjálfstæðismanna, heldur kusu þau yfir sig eftirlitsnefnd sveitarfélaga. Það er staðan. Og það vekur ekki nokkra einustu kátínu hjá mér að segja þetta uppátt hér á þessum stað. Ég hefði miklu frekar vilja fara út í það að tala einhver smá atriði í fjárhagsáætlanagerð, en þetta eru bara mjög stóri hlutir. Þess vegna þurfum við aðeins að horfa líka til þess hvernig er verið að fjárfesta og í fjárfestingaráætlun sem var unnin hér gríðarlega mikið í hérna eigna- og veitunefnd, að þá á lokahnykknum að þá var svona smá umbreyting gerð og ég nefndi það að mér fyndist mjög skrítið að horfa á hvernig er verið að forgangsraða fjármunum sveitarfélagsins. Af því að við sjáum fyrir okkur ef að þetta fer svona, ef að þetta fer fram sem horfir að við skuldum 200% af tekjum, að þá mun eftirlitsnefndin koma og grípa í taumana og hún mun forgangsraða fram fyrir hendurnar og þeim meirihluta allir bæjarstjórnir hverjir sem verða hér. Þannig að það sem er lögbundið og það sem er ekki lögbundið, það er ekki lögbundið og það kemur þá til álita. Þannig að ég í rauninni hefði viljað sjá metnaðarfyllri framsetningu og hérna að menn og konur hér í bæjarstjórn taki svolítið mið af þeirri stöðu sem er uppi. Þetta bara blasir við. Það er bara þannig. Hvernig ætlum við að fara út og fjármagna okkur með þessa fjárhagsáætlun? Verður það rosalega auðvelt? Verður það samtal við fjárfesta þægilegt? Nei, það verður öllu óþægilegra að tala við fjárfesta heldur en eftirlitsnefndina. Þannig að sko verkefnið er alveg ærið og ég myndi helst vilja leggja eins mikla vinnu á vogarskálarnar eins og ég mögulega get og ég hef ítrekað sagt það að ég er til í að taka að mér aukna skyldur í hvívetna, hvar sem að fólk kýsa að kalla mig til, það kem ég að. Það er ekki spurning um það, vegna sem ég átta mig alveg á því hvernig staðan er. Ég þarf ekki langan tíma að reikna og bara sko til þess að við áttum okkur á þessu að langtíma skuldir þrátt fyrir afborganir af langtíma skuldum er að fara að aukast 2,7 milljarða 2023, 3 milljarða 2024, 2 milljarða 2025 og 1,5 milljarða 2026. Þá segi ég bara á ensku in your dreams. Nei, það er ekki að fara að gerast þannig. Þetta er ekki kúrfa sem svona fer niður á því sko. Vegna þess að vaxtagjöldin er að fara að hækka á þessum tíma. Það er að koma skuldakreppa í Evrópu ef að þið hafið ekki heyrst af því. Lausafé er að draga saman. Hvernig ætlum við að fjármagna okkur? Ég veit ég er þungorður og ég vona að ég veki meirihlutann bara til þess að í rauninni láta hendur standa fram úr ermum. Og þegar við komum að því að fjármagna að þá þurfum við pínulítið að líka spyrja þá sérfræðingar sem eru til staðar og eru að vinna fyrir okkur. Það er til alternatív leið til þess að fjármagna sig og það eru margar. Og við erum í þessari stöðu og við þurfum að mögulega fá einhvers konar sérhannaða lausn fyrir sveitarfélagið. Þar sem við erum ekki að borga afborganir og missa frá okkur lausafé. Við þurfum að halda fast það.
Þannig að við séum sko, það ábyrg fjármálastjórn. Það það sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur ávallt sagt að við getum treyst Sjálfstæðisflokknum fyrir fjármálunum. Við getum ekki sætt okkur við 9 milljarða aukningu á skuldum, langtímaskuldum á næstu 4 árum. Það er 50% hækkun og við þurfum að gera eitthvað annað. Hvað getum við gert? Jú, við eigum eignir, vissulega, og það þarf að setja fram metnaðarfyllri í rauninni aðgerðaráætlun heldur en við þurfum að sjá hér. Ég veit að það er verið að skoða það, við þurfum að sjá það. Ef við eigum að samþykkja þetta, þá þurfum við að sjá heildarmyndina, ekki bara hluta. Þannig að ég hvet til sko aðeins meiri áframhaldandi samvinnu, getum við sagt. Ég veit að við þurfum að vera með þetta mál upp á borði og þið afsakið ef að ég langorður en það veitir bara ekkert af. Ég veit að þessi áætlun, hún kemur til með að verða endurskoðuð í hverjum einasta mánuði á næsta ári, enda engin vanþörf á. Þannig að við þurfum núna að fara að átta okkur á því að við þurfum að vinna verulega vel saman í að reyna að stoppa í þessi göt sem að skuldasöfnunin, en fyrirsjáanlega skuldasöfnun og verður nema við gerum eitthvað rótið. Og þá ekki nóg bara að hvetja til sparnaðar, það þarf líka að leggjast í ákveðna breytingastjórnun og það ekki þar með sagt að breytingastjórnun hafi för með sér endilega að það sé línulegt á milli sparnaðar og línulegt samband á milli sparnaðar og samdrætti á þjónustu. Það ekki króna fyrir krónu. Það mögulega hægt að gera hlutina betur. Og stærsti útgjaldaliðurinn virkilega launaliður sveitarfélagsins. Við erum ekki að sjá þann á jöfnuði, hugsið ykkur, ef við tökum bara heildarskatttekjur sveitarfélagsins á móti heildarlaunum sveitarfélagsins, það mínus. 400 milljónir pluss mínus, það mínus þarna fram til ársins 2026. Það eitt og sér er ránkjömmur. Lengur? Já, ok. Það lengur. Ég held að ég hefði lesið þannig. Ég var kannski að lesa gömlu óuppfærðu skýrsluna sem að okkur barst. En engu síður að þá bara eðlilegt að við bara spyrjum okkar spurninga, sko, hvernig skatttekjunum varið? Þeim öllum varið, það ekki spurning. Þeim öllum varið í laun. Það bara kýrskýrt. Svo aðrar tekjur sem að koma á móti öðrum gjöld. Og við erum áætla einhvers konar lítilsháttar aukning á framlegð, en það mögulega mun étast upp í fjárhag. Þannig að við þurfum að fara að taka málið mjög alvarlega og ég veit að fjármálastjórinn hefur verið að hvetja til þess að við skoðum þetta þannig og hefur ekki tekið djúpt í árinni en svona að því og það vegna þess að hún bara pen og mælsk samt sem áður. En ég ætla að minna á það líka að það eru gömul vísindi í rekstrarfræðum að með hverri einustu manneski sem þú ræður þá minnkar framlegð fyrirtækisins eða sveitarfélagsins. Þannig að ég veit að það komið ákveðið ráðningarstopp í sveitarfélagið og við munum sjá fyrir okkur að reyna að draga úr aukningu og það hefur verið gert vissulega í skólunum. En við þurfum þá líka að sjá til þess að kostnaðurinn svo vegna veikinda og annað að við reynum að varna því og reynum að auka ánægju starfsmanna þannig að þau hlakki til að koma til vinnu. Ég held að ég láti staðar numið í bili, ég mögulega mun hefja máls á einhverju jákvæðara næst en þetta svona staðan eins og við sjáum hana og ég held að eins og ég segi, ég bara get ekki annað en hvatt bara meiri hlutan til áframhaldi samstarfs. Við munum þurfa að halda áfram að fara yfir þetta, við munum sjá fyrir okkur að þessi áætlun mun aldrei standast
því miður, af því að þetta er besta áætlunin sem að við getum mögulega séð fyrir okkur. Af því að hið ófyrirséða á eftir að gerast. Takk. Þakka fyrir Arnar Freyr, þá var Sigurjón Vídalín Guðmundsson, S-lista. Hefur þið séð hljóðs. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Við erum hér að ræða fjárhagsáætlun sveitarfélagsins 2023 til 2026 og ég ætla að fjalla efnislega um hana. Það er bara full ástæða til. Fyrir að fyrsta þá verð ég nú að taka undir með Örnu, þetta er skemmtilega framsett í greinargerðinni, komið í veg fyrir hækkun á fasteignagjöldum, en auðvitað er þetta náttúrulega bara hækkun á fasteignasköttum, þetta er bara hækkun á sköttum. Við skulum bara kalla það því sem það heitir. Við hefðum ekki komist upp með neitt annað en að þurfa að viðurkenna það að við værum að hækka skatta 10-20% og það er þannig. Hver svo sem ástæðan er síðan, við getum alveg endalaust deilt um það. Það sem við hins vegar stöndum frammi fyrir er langtímaverkefni. Og langtímaverkefnið er að ná niður skuldum. Það er alveg kýrskýrt þegar maður skoðar þessa fjárhagsáætlun. Og eins og hún er sett fram núna, þá er nánast neikvæð rekstrarniðurstaða næstu 4 ára alfarið því að kenna að við erum með svo há fjármagnsskuld. Það er nánast fylgni þar á milli og mun verða, sem segir okkur það að allar tekjurnar okkar fara í að greiða laun og annan rekstur sveitarfélagsins og það er ekkert eftir til að greiða af afborgunum af lánum. Sem þýðir að við þurfum að taka lán til að borga afborganir af lánum og þar með hækkum við skuldirnar. Við erum komin hérna í ákveðin vítahring sem er bara ein leið að komast út úr og það er sala eigna. Við getum ekki gert neitt annað. Við erum á þeim stað, við náum aldrei að kreista skatttekjur út úr íbúunum það háar að það verður hægt að fara að borga niður skuldir. Það er alveg sama hvernig það er sett upp í Excel-skjali, veruleikinn yrði alltaf annars. Það sem þarf að gerast er að við þurfum að selja eignir hratt og borga skuldir niður hratt. Hér er ekki hægt að ná neinum alvöru tökum á rekstri sveitarfélags. Aðra leiðir til þess að hækka tekjur eða auka tekjur eru fjölgun íbúa sem kostar uppbyggingu innviða, hækkun menntunarstigs, hækkun atvinnustigs. Það kostar sjálfsögðu uppbyggingu þá atvinnu sem að kostar aftur einhverja uppbyggingu á innviðum og svo framvegis. Og þetta eru eins og staðan í dag allt hlutir sem að kosta peninga sem við eigum ekki til. Við eigum hins vegar eignir sem við getum og ættum að geta losa tiltölulega hratt og það er verkefni þessara bæjarstjórnar. Vegna þess að eins og Fjóla bæjarstjóri benti réttilega á þann, alveg sama hversu mikið við reynum að kreista út úr rekstri sveitarfélagsins eins og hann er í dag, þá munum við aldrei ná skuldahlutfallinu niður á næstu 4 árum, niður fyrir ásættanlega prósentu, aldrei. Svo að þetta er ekki í raun og veru flókið vandamál, þetta er í raun og veru mjög einfalt vandamál. Við verðmætum eignirnar okkar og við seljum þær. Allt annað er frestun og á vandamálinu og við gerum það bara stærra. Við erum komin á þann stað, við getum ekki bæði haldið og sleppt. Ég tel að með því að þá gerum við sveitarfélagið okkar meira en samkeppnishæft við nágrannasveitarfélögin. Ég tel að ef við náum að selja eignir og ná skuldum niður í algjört lágmark, að þá getum við farið að stækka hér, fjölga hér íbúum
og draga hér að atvinnu og nýta möguleika sveitarfélagsins okkar til þess að gera það enn betra og rekstur þess enn betri og árangursríkari heldur en er í dag. Ég vona að ári þegar ég stend hérna og verð að fara yfir þessa fjárhagsáætlun fyrir þá 2024 að þá verði niðurstaðan mun betri vegna þess að á árinu 2023 þá höfum við selt umtalsvert af eignum og tekið skuldir sveitarfélagsins niður í vonandi algjört lágmark. Takk fyrir. Takk fyrir Sigurjón og þá hefur beðið orðið Fjóla Steindóra Kristinsdóttir D-lista. Forseti, bæjarritari, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég þakka brýninguna og bara það sem hefur komið hér fram. Þakka sérstaklega þetta fyrir hrósið á framsetningu á fasteignagjöldum. Það er auðvitað þannig að fasteignamatið hækkaði hér og ég held bara í Hveragerði, ég held að það sé langhæst á landinu hafi hækkað 36%, meðaltalið 32%. Og það er auðvitað þannig að fasteignagjöldin muni hækka 7-17% eins og fjármálasviðið reiknaði það út. Þannig að lægra getum við ekki farið. Það er bara þannig. Það er búið að ræða hér hver staðan er og lægra verður ekki farið þarna. Það er auðvitað alveg hárrétt sem bæjarfulltrúi Arnar sagði hér að við erum að reyna að gera þessu raunhæfa áætlun og við getum. Áætlun er samt alltaf áætlun. Við erum að reyna að hafa hana þannig raunhæfa að íbúafjölgunin sé mögulega er hún of há áætlunin. Nú er frost á fasteignamarkaði og ekki mikil sala. Við erum að gera ráð fyrir 5% íbúafjölgun. Þar eru tekjurnar okkar. Það kostar okkur samt leið, eins og Sigurjón var að segja. Þannig að við förum í 5 og setjum í 5 í næstu 3 ár og svo förum við aðeins niður. Það getur vel verið að það verði hér allt bara í blússandi uppgangi í lok næsta árs og bara þá verðum við komin í meiri íbúafjölgun og í bara kannski allt önnur vandamál og við getum fabulerað með þetta fram og tilbaka. Við stöndum samt frammi fyrir því að samkvæmt lögum verðum að vera komin niður fyrir 150% áramót 2025-2026. Með þessa áætlun er það ekki að nást. Við erum auðvitað að vinna 10 ára áætlun með KPMG sem eru ekki kannski neitt verið rætt sérstaklega hér af því að hún er ekki tilbúin og þau markmið sem við munum leggja fram munum við sannarlega vilja vinna með öllum meirihlutanum, öllum bæjarfulltrúum, öllum meirihlutanum. Það var þetta mjög gott. Og en öllum bæjarfulltrúum því að við viljum vinna það í sameiningu. Þetta eru markmið sem við þurfum að setja fram og við munum vinna með forstöðumönnum okkar í því það eru þeir sem þurfa svo að hjálpa okkur í að ná þessum markmiðum. Það er líka alveg rétt sem bæjarfulltrúi Sigurjón segir og ég er 100% sammála honum þar. Við getum ekki pínt íbúa sveitarfélagsins fyrir til þess að greiða þessar skuldir sem nú eru komnar á sveitarfélagið. Við erum gríðarlega skuldsett og það er ekki að hjálpa okkur neitt að vera í 9,4% verðbólgu. Við þurfum að fara í einhverja stærri og meiri aðgerðir. Við þetta verður ekki unnað. Við verðum að fara í sölu eigna. Það er ágætt að segja bara upp á þér. Ég vona að verði samstað það hér því það verður okkar helsta markmið á næsta ári til þess að við þurfum ekki að fara í þær aðgerðir sem við erum mögulega að leggja til og þær áætlanir sem sú hagræðingarkrafa sem liggur fyrir að við getum raunverulega slaka þar á móti því það er það sem við viljum. Við erum að fara með skattfé íbúana og það eru íbúarnir sem verða að geta búið og þetta verður að vera þannig sveitarfélaga hér vilja allir vera eins og hefur verið hingað til. Við erum hins vegar stöndum bara frammi fyrir þeirri stöðu að við erum að reka okkur á lánsfé, það er bara þannig og ég er algjörlega sammála því að þessar fjárfestingar áætlanir sem eru núna inn í áætlaninni, þær eru bara ekki í boði. Eitt af markmiðunum með KPMG verður að setja okkur markmið hvað við getum fjárfest fyrir nema við seljum því með meiri eignir og getum gert þá, það verður bara að vera í ákveðnum takti við það sem við náum að selja. Markmiðin verða líka, það verða framleiða markmið
framleiðin okkar er bara engin og við náttúrulega náum þar alveg ekki að greiða af lánunum okkur og við erum að taka lán fyrir afborgunum af lánum sem er bara hrikaleg staða að vera í en þetta er samt staðan sem við erum í og ég er sammála því að við þurfum að taka þetta aðeins upp og ræða þetta og það eru markmiðin okkar að á forstöðumannafundum og get ég segja þið bara hér þeir geta já, látið sig hlakka að kvíða fyrir er að við munum ræða fjármálin. Við ættum að styðja við okkar forstöðumenn líka við það að halda utanum sínar fjárhagsáætlanir, fjárheimildir þannig að þeir geti unnið að því að standast áætlanir. Leið og við leggjum okkar á vogarskálarnar með sölu eigna þannig að eins og Sigrún sagði vonandi eftir ár getum við staðið hér og sagt heyrðu ok, það er náttúrulega reynda galli á gjöfn jarðar það er ekki hægt að greiða upp lánin hjá lánasjóðunum þannig að ef maður fer að fabúlar þar því að auðvitað er þetta bara verkefni. Þetta er verkefni sem stöndum frammi fyrir og ég hef bara rosalega trú á okkur. Þú veist, það er stríð og það er þetta og það er hitt en við með átaki þá getum við farið í þessa vinnu og það er þannig að við eigum eignir, sveitarfélag á eignir sem er gott og ég vona að staðan verði þannig á markaðum bara á markaðnum á næsta ári að það verði kaupendur og við getum bara farið í þessa vegferð. Markmiðin, við munum vinna þessum markmiðum og gera raunhæfa áætlun en auðvitað er staðan eins og hann er líka því við erum að reyna að vinna með þetta eins raunhæft, eins nálægt því að við sjáum að þetta geti gengið eftir svo fremur sem að koma ekki eitthvað óvænt sem mun koma. Það er bara þannig. En já, ég er svo bjartsýn að mér hlakka til að takast á þetta verkefni. Takk. Þakka fyrir Fjóla og þá hefur við sér hljóðs Sveinn Ægir Birgisson til listar. Forseti, mér langar að byrja að þakka starfsmönnum fyrir þá vinnu sem hafi lagt á sig í gerð þessarar fjárhagsáætlunar og fjárfestingaráætlunar einnig. Ég ætla að byrja að tala eins fjárfestingar áætlunina, þar sem hún hefur nú verið mikið á mínu borði og maður fór nú náttúrulega að þekkja tölunar utan af, en það er svo að við erum að fjárfesta fyrir gríðarlega fjármuni, en það er búið að vega og meta hverja framkvæmdir sig og við þurfum að teygja á þeim framkvæmdum sem við getum. Það eru framkvæmdir sem voru skuldbundnar sem nú þegar var hafist handa við að fara í. Það eru halda náttúrulega sínu striki áfram, en það eru framkvæmdir sem við erum kannski að byrja á eða erum að fara að byrja á sem þarf að teygja á og það var gert í þessari áætlun og ég held að þetta hefur verið mjög góð vinna og bara þakka öllum nefndarmönnum og öllum bæjarfulltrúum sem komið að þessari vinnu. Mér langar til að segja, ég ætla nú ekki að segja öll ár sveitarfélagsins, en ég held að þetta hefur allan verið mjög góð vinna með seinustu liðin ár. Allir bæjarfulltrúar höfðu aðgang að fjárfestingaráætluninni og gátu séð skjalið nákvæmlega hvernig það stóð, hvað var á dagskrá hverju sinni og hvernig starfsmennir voru að leggja og vinna í því. Þetta tekur allt tíma og mér langar kannski, það var nefnt fyrir á fundirum að auðvitað er ekki verið að gera þetta í fyrsta sinn, en við vorum að vanda okkur virkilega vel núna, langar mér að segja, vandið þetta. Mér langar að Arnar kom inn á þetta varandi að það verið að leggja þetta á, en ég held að þessi vinna, hún tók vel tíma og við fórum með hverja framkvæmd til sig og áttum mjög góður umræður hverja framkvæmd, ekki bara varandi næsta ár, heldur líka 2024 og 2025 og 2026. Auðvitað munu þessi áætlun breytast á hverju ári þegar við leggjum hana fyrir, en mér langar líka að tala kannski fjárhagsáætluna frá seinasta ári og gera leggja hér orð frænda míns, Ara Tór frá Þorláksheiði fyrir bæjarfulltrúa, þar sem hann sagði að í fyrra þá hafði léttilega verið hægt að minnka fjárfestingar 1 milljarð ef það hefði verið vilji til þess. Ég held bara að það var bara ekki pólitísku vilji seinasta bæjarfulltrúa í meirihlutanum að gera það. Það var verið að malbika hér hvaða bílaplan sem hafði alveg getað mátt kannski bíða með ákveðnar framkvæmdir og það hefði alveg mátt skoða ákveðnar framkvæmdir sem hefði mátt bíða á. Auðvitað viljum við gera allt og allar þær framkvæmdir sem eru á áætlun núna fyrir næsta ár, það eru sem var á áætlun og eru búin að vera áætlun senasta ára. Það
ég held alveg örugglega að það sé engin ný framkvæmt fyrir utan að kannski að við ætlum að fara að stækka Jötunheima leikskólinn sem var nú svo sem á plani að alltaf að byggja leikskóla og fjölga plássum þar. En já, frístundamiðstöðin var náttúrulega á dagskrá líka sko, en ég held að þetta mikilvægt og staðan náttúrulega ekki góð, 8,7 milljónir neikvæð niðurstaða á rekstri, ég ætla kannski ekki að segja tap, ég nú skammaður fyrir það á öðrum, en á dag þetta neikvæð niðurstaða upp á 8,7 milljónir, það gerir 3.000 krónur á tíman sem eru gríðarlega fjármunir. Við þurfum að gera meira og þetta bratt að reyna að ná þessu niður fyrir áætlanir áður en eftirlitsnefndin kemur áramótin 25-26. En mér langar líka að spyrja þá bæjarfulltrúa sem sátu í bæjarstjórn hér á seinasta kjörtímabili og hafa tjáð sig hérna að hér þarf langtímamarkmið okkar að greiða niður skuldir. Af hverju var ekki byrjað fyrr? Af hverju eru að byrja núna? Var ekki vilji til þess? Af hverju eru við fyrst tala núna að selja eignir og leggjast á hendur að greiða hérna niður skuldir? Af hverju var ekki byrjað fyrr? Var ekki vilji til þess? Eða átti bara að reisa hvaða höllin á fætu annar hérna? Þetta eru vangaveltur mínar og ég vil líka þakka fyrir tillögu og einu tillögu fulltrúa Samfylkingarinnar með þessa tillögu áðan. En mér langar líka að benda á það að hafa bent á í lok seinasta kjörtímabils að fjölga bæjarfulltrúum úr 9 í 11. Ég veit vel að það eru lög sem segjum að það þarf að fjölga í 11 við ákvæða íbúafjölda, en það mátti bíða í 4 ár með þetta. Það var ekki vilji seinasta meirihluta að bíða það, þótt að það var vitað að seinasta niðurstaða fjárhagsáætlunar myndi vera 2 milljarðar og meira í mínus. Þá var ákveðið að gera þetta og ég held að ákvörðunin var svo eina, það var að halda völdum hér lengur. Því miður, það var nú 7 mánuðir síðan að það var kongresskosninga, þá gekk svo fyrirhugun ekki eftir. Mér langar líka, út að hafa þessi tillaga komið upp og við vorum að tala samþykktir bæjarfélagsins fyrir á fundinum, að tala áheyrnarfulltrúana. Ég veit að við samþykktum það í sumar að leggja fyrir áheyrnarfulltrúa hverri nefnd og í ráðum sveitarfélagsins. Mér langar samt að spyrja, á seinasta kjörtímabili, unnu nákvæmlega þeir flokkar sem sitja hér í minnihluta saman í bæjarstjórn í meirihluta. Unnu farsælega saman og í nefndinni sem ég satt, þar var til dæmis engin fulltrúi Framsóknar allt kjörtímabilið og í mörgum öðrum nefndum var ekki einn fulltrúi frá hinum flokkunum. Mér langar að spyrja, getum við mögulega sparað þessa fjármuni, getum minnihlutum og hvetja minnihlutum til að vinna kannski enn frekar náðu samstarf að við getum lækkað þetta. Og ég veit nú ekki hvort ég ætla að gera það tillögu minni að leggja þetta niður til þess að lengja leikskólatímana hér. En ég velti því samt fyrir mér hvort að það sé möguleiki á að gera þetta, af því þetta eru miklu peningar. Við erum með 2 áheyrnarfulltrúa í bæjarráði. Ég man ekki alveg hvað þeir eru með í laun, en það hleypur á einhverjum 20 eða 100.000 á mánuði. Við erum í hverri einustu nefnd sveitarfélagsins, þótt við sem að fækka nefndir núna, þá auðvitað minnkaðum áheyrnarfulltrúa. En við erum með áheyrnarfulltrúa í hverri einustu nefnd, þær eru 4 eða 5 og þær funda misótt, skipulags- og byggingarnefnd og eignar- og veitufundana það 2 mánuði. Er þetta eitthvað, ef minnihlutinn kallar til breytingum, er þetta ekki eitthvað sem við getum líka að skoða? Af því ég held að við erum öll að vinna saman markmiði og við erum öll saman hér, við viljum að lækka skuldir, greiða niður og ég held að þetta sé ein af þeim leiðum og ég hvetja minnihlutann til frekara samstarfs og náið samstarf saman. Takk. Já, þakka fyrir Sveinn. Sigurjón Vídalín Guðmundsson, S-lista, við biðjum orðið. Við förum nú að stytta mælendaskránna. Já, herra forseti, og getur bæjar, fulltrúar og tilheyrendur. Nú datt út af mér. Já, fyrst, hvað varðar veikuleðringa bæjarfulltrúar? Já, það er
Já, Sveinn, það spá í af hverju það verið ekki byrjað að borga niður skuldir á síðasta kjörtímabili. Það var náttúrulega verið að borga niður skuldir bara eins og vant er, en fjárfestingar sem þurfti að fara í á síðustu kjörtímabili voru vegna uppsafnaðs innviðaskuldar eins og, já, það er stundum kallað, þar sem að það vantaði grunnskóla fyrir sveitarfélagið og þá hérna á Selfossi, leikskóla og það vantaði gatnagerð og hægt var að úthluta lóðum og það vantaði íþróttahús sem að var breytt úr knatthúsi yfir í íþróttahöll eða fjölnota íþróttahús. Ég ætla nú að leyfa mér að segja það að hérna, þrátt fyrir að það hafi verið meiri kostnaður við að byggja slíkt mannvirki þá var það verið að hugsa það til framtíðar en ekki kannski til skemmri tíma og fyrir takmarkaða notkun. En hvað það? Varðandi fjárfestingaráætlunina þá hérna hef ég nú ekki svo sem skoðun á því hvort að hún hafi verið betur eða verð unnin en undanfarin ár. Ég hef ekki komið að því fyrir núna en mér fannst hún bara farið vel fram á þessu kjörtímabili og það hefur verið góðar umræður og góð sátt í nefndinni hana. En bara svo ég komi aðeins betur inn á varðandi sölu eignir, að það er umhugsunarefni fyrir okkur og það hefði verið umhugsunarefni fyrir mig ef ég hefði verið hér áfram með meirihluta á þessu kjörtímabili og staðan hefði verið nákvæmlega svo sama að við eigum hérna fyrirtæki sem heitir Selfossveitur, gríðarlega stöndugt gott fyrirtæki og þar er leiðandi óbóðslega verðmætt og það er eitt af því sem að við þurfum virkilega að horfa til hvort að það sé komin tími til að íhuga breytt eignarhald á því og mögulega selja það að hluta að öllu leyti og til svo að útskýra kannski mitt mál að þá veit ég að margir halda að þetta sé búið að vera einhver ákveðin mjólkurkú fyrir sveitarfélagið og rekstur þess undanfarin ár og það hefur vissulega verið það oft á tíðum. Það hefur verið tekið 7% arður út úr fyrirtækinu að með minnir árlega inn í reksturinn. En það hefur eins og snúist við núna og það er ekki hægt að taka út úr því. Nú þarf sveitarfélagið í raun og veru að sjóðurinn að borga inn í Selfossveitur. Og það er vegna þess að það eru svo gríðarlegar framkvæmdir sem maður þarf að fara í og ofboðslega dýrar aðgerðir eins og heitavatnsleit. Og allir vita hver staðan er á heita vatninu og við hljótum að þurfa að horfa til þess hvort að nú sé rétti tíminn til þess að halda eða selja. Vegna þess að það getur vel verið að það verði betra fyrir okkur sem sveitarfélag hreinlega að semja við einhvern aðila að afhenda okkur heitt vatn í ákveðnu magni á ákveðnum tíma í staðinn fyrir að þurfa að taka alla áhættuna af því að finna þetta vatn og afhenda það á ákveðnum tíma. Eins og staðan er núna, þá er ekki fyrirsjáanlegt að það verði nein aukning á heitu vatni að ræða hjá Selfossveitum næstu 2 árin. Og næstu 2 árin. Það er staðan. Og það skiptir engu máli hverjir hafa verið hér í stjórn, meirihluta, minnihluta. Það hefur ekkert verið gert öðruvísi undanfarin ár. Það er búið að vera að leita að heitu vatni stöðugt. Það hefur bara ekki fundist, nema í takmörkuðu magni. Það er hins vegar fullt af heitu vatni í kringum okkur. Heitu vatni sem við getum kannski fengið ef eignarhaldi væri öðruvísi.
Og bara svona til að árétta að í fjárfestingaráætluninni núna fyrir 2023 að þá hún upp á einhverja 2,7 milljarða. Þar af erum við með 1 milljarð í Selfossveitur. Það bara held stór biti. Og ég alveg viss að það væri vel hægt að nýta þennan milljarð í að byggja upp aðra innviði hér sem kæmi hugsanlega íbúum jafnvel eða jafnvel betur heldur en að eyða 200 milljónum á ári pluss í að reyna að finna heitt vatn einhvers staðar. Sem dæmi. Við verðum að hafa hugrekki til þess að taka þessu umræðu og við verðum að skoða þetta hlutlegt ofan í kjölinn. Hvað kemur sér best fyrir sveitarfélagi til lengri tíma, ekki hvað okkur finnst eða hvað við viljum. Takk. Þakka þér fyrir Sigurjón. Þá hefur Sveinn Ægir Birgisson Gilistafliðum orðið. Og mælendaskrá svona það bil að lokast. Forseti, ég ætla að koma hérna og svara eins orðum Sigurjónar viðhaldsskuld. Ég langar bara að spyrja nánast hvað var gert. Það var haldið sama plani í endurnýjun gatna. Það var haldið sama plani í viðhaldi á leikskólum. Það var ekkert gert í fráveitumálum, svo öll vinna að hefjast núna. Jú, getur vel verið að fara einhverju undirbúningsvinningu á verkfræðingum. Það var dregið að opna stekkjarskóla 1 ár af því öll athyglin fór að byggja eitt íþróttahús. Sko, íþróttahús frábært. Allar framkvæmdir sem framkvæmdir á sveitarfélaginu eru sveitarfélaginu til heilla. Þetta snýst bara forgangsröðun framkvæmda. Enn og aftur. Og, við byggjum glæsilegan leikskóla góða heima og við þurfum að halda áfram að byggja leikskóla húsnæði. En mér langar líka að benda á það að þessi uppsöfnuð viðhaldsskuld, fjárfestingin var nú svo að hafa fjárfest í 19 færanlegum kennslustofum við leik- og grunnskóla sveitarfélaginu. Það verður viðhaldsskuld einhvern tímann á þessu. Ég veit ekki hvort að þetta voru þá skuldir sem voru greiddar og þetta voru kannski ekki góðar skuldfrekar. Við höfum byggja varanlegt og mér langar bara að segja varðandi vatnið, auðvitað átt að leita á ný svæði og ég veit alveg að þú ert að hafa reynt en þú áttum að reyna og byrja á miklu fyrr og ekki vera að samþyngja öll þessi byggingaáform sem áttu verið og hérna það átti bara að fjölga öllum íbúum og fjölga íbúum það mikið að fjárhaga sveitarfélagsins sem myndi gerast og það er mjög góð hugsun en það var bara ekki haldið við innviði, varðandi, vass og jafnvel fráveitu líka út af það er nú svo sem ekki búin að gera þetta í. Þetta er stórmálin en ég nennum nú ekki að vera að pæla mikið í fortíðinni. Horfum fram á við. Það er mikið framöndan og þetta er verk að vinna og við förum öll saman í þetta. Takk. Takk fyrir. Já, nú er ég búinn að loka mælendaskrá og það var Sigurjón sem að datt inn í loka hörðinni. Arnar Freyr Ólafsson, B-lista. Já, virðulegur forseti, bæjarstjórnar, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég fer nú eiginlega að hugsa það sko þegar menn byrja að benda til sögunar hversu langt á maður að fara. Og ég kem nýr inn og fyrtundi því að vera að horfa til framtíðar og reyna að velta fyrir mér leiðum út úr þessu. Og þá allt í einu farið að rífa upp plásturinn og mér dettur orðatiltækið í hug hverjum er það að kenna að ég er hérna. Ég get bara bent á foreldra mína. Þú verður að benda á foreldrina, þú veist alveg hvað þau gerðu og það er bara einhvern veginn þannig Ég skil vel að menn reyna að slá sér til riddara á kostnað annara og að aðrir hafi búið til vandamálin og svo framvegis og það er í sjálfu sér bara pólitískur leikur sem menn geta leikið en það skilar engu. Staðan er eins og hún er í dag og ég held að það bara sé heillavænlegast að skoða hana. Ef við ætlum að fara að lengja hér bæjarstjórnarfundi með því að fara að rifja upp hvað var gert í fortíðinni þá getum við bara
farið ansi langt aftur sko. Hér eru bæjarfulltrúar með mjög mikla reynslu og þeir geta haft sko langt mál það hvernig hlutinir hafa verið og ég bara bendi á kaffistofur fyrir svona mál sko. Ég held að það sé bara langt best og ef menn vilja slá sér til riddara á kostnað annarra, gera það inn á kaffistofum, það er allt í lagi. En á þessum fundum held ég að við ættum að reyna að tala um framtíðina og hvernig við getum unnið sveitarfélaginu til heilla. Já, þakka þér fyrir Arnar og þá var það Álfheiður Einarsdóttir á lista. Veita hér stutt andsvör. Já, takk forseti, bæjarfulltrúar, íbúar og aðrir sem er að fylgjast með. Ég tjáði mér svo sem ekki efnislega um þessa fjárhagsáætlun en það er vegna þess, ég get sagt að aðal ástæðan er svo að ég held að hún sé sko óraunhæf. Á öðrum forsendum heldur en félagi minn Arnar hér lýsti áðan. Ég er fyrirverandi embættismaður sjálf, ég hef setið beggja vegna borðsins, ég er núna kjörinn fulltrúi en ég var embættismaður og fjárhagsáætlun á að fara eftir. Og ef þú getur ekki farið eftir fjárhagsáætlun, samþykkstri, og ég vildi þakka Ingu fjármálastjóra sérstaklega góð störf vegna þess að við stöndum í ströngu núna en ég var embættismaður í hruninu og það var ekki auðvelt. En öll mín ár sem embættismaður og ég held að budgetið mitt á því tímabili hafi verið milljarður að þá fór ég aldrei, það var pluss eða mínus til 3%. Það bara, þú fórst eftir áætlun. Annars varstu bara látið fara. Bara vanhæfur stjórnandi. Það var bara þannig. Og þannig að ég vil ekki hlusta á þetta bara áætlun. Þetta er fjárhagsáætlun. Við erum að samþykkja hana. En ástæðan fyrir því að ég tel að hún sé óraunhæf er að við erum að notast við rangar forsendur. 5,3% sem er þjóðhagsspá. 5,6. Við erum að vera að nota meðaltal og frá fleiri greiningadeildum bankana og annara og taka meðaltal af því. Og ég myndi ég er miklu ánægður að við varum að hugsa 6,3 til 6,7% á því bili, frekar heldur en 5,6. En þannig að þess vegna vildi ég ekki taka efnislega umræðu þessa áætlun og tela hana á bara óraunhæfa og þess vegna verðum við bara að vera á tánum frá mánuði til mánaðar. Ég er ekki hrifin af viðaukum. Áætlunum sem samþykktar eru skulu standast. Og það er stjórnenda, embættismanna og okkar skylda að það sé farið eftir því. Og hana nú. Þá þakka þér fyrir Álfheiður og þá var það Arna Ýr Guðmundsdóttir S-lista. Forseti, já, það var svona örlítið vonbrigði með uppistandi hjá Sveini Ægi áðan að bæjarfulltrúi Sveini Ægi að að því að umræðan í dag er búin að vera svo góð og uppbyggileg finnst mér, þá datt þetta aðeins svona niður, stemningin. Mér langar nú svona fyrir það fyrsta varandi eftirlitsnefndina. Bæjarfulltrúi Sveinn Ægi þarf nú að kynna sér svolítið hlutverk eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélagana. Ef hann heldur að eftirlitsnefndi með fjármálum sveitarfélagana sé eitthvað gríla sem mæti bara áramótin 25-26, þá er það ekki þannig. Ef að bæjarstjórn sveitarfélags Árborgar er með sínar áætlanir á hreinu og er með markmið rekstur sveitarfélags og með þá vinnu sem er í gangi núna og ef að framheldur sem horfir þá mætir ekki eftirlitsnefndum fjármál sveitarfélagana bara eins og gríla þann 1. janúar. Þannig vinnur ekki þessi eftirlitsnefnd.
Þannig að það er nú mjög mikilvægt að skilja inntakið í þeirra vinnu. Annað varðandi umræðuna sem ég fannst þetta svolítið niður, það var sko varðandi framkvæmdir á síðasta kjörtímabili. Sko, menn skulu ekki halda. Hér hafi verið farið í eitthvað framkvæmdir sem voru óþarf. Mér langar bara til að ef svo þá mér langar bara til að það sé bent á það. Hvað af þeim framkvæmdum sem farið var í voru óþarf? Myndirðu segja að leikskólinn Goðheimar hefði verið óþarf framkvæmd? Myndirðu segja að bygging Stekkjarskóla hefði verið óþarf framkvæmd? Og bráðabirgðastofurnar sem voru, eða sem sagt færanlegu kennslustofurnar sem voru keyptar þar, sem við erum núna að græða á að hafa keypt, nú skaltu hlusta á það sem ég er að segja, það var færanlegu kennslustofurnar sem voru keyptar, sem að við erum núna að þökkum okkur sæla fyrir að hafa, því að nú getum við að opna leikskóladeildir þar sem okkur sárvantar. Knattspyrnuhöllin sem er búið að vera mikið bitbein hérna, sem augljóst að meirihluti D-lista var greinilega allur á móti byggð og hefði að þessi framkvæmd hefði verið óþörf. Ég á það hvað þessum framkvæmdum voru óþarfar. Og ég ætla bara að taka undir með því sem Sigurún sagði hérna á. Og að sjálfsögðu var verið að greiða nú skuldir. Við höfum ekki, sveitarfélagið Árborg er ekki í vanskilum neins staðar. Það er verið að greiða nú skuldir í jöfnum höndum. Það hefur alltaf verið gert. En við þurfum að reyna að stefna því að gera það örar. Og eitthvað prósent verðbólgu, bæjarfulltrúi Sveinn Ægir. Það bjóst enginn við því. Þannig að við þurfum að sjálfsögðu öll að leggjast á eitt það, komu hugmyndir og við eigum töluvert eignum sem við getum selt, fleira heldur en það sem Sigurjón nefndi hérna áðan, fullt af fleiri fasteignum sem við eigum sem við getum komið í verð og þar bara getum við öll staðið saman og unnið að því að reyna að borga nú skuldir hraða. Takk. Takk fyrir þetta. Það eru 2 eftir á mælendaskrá. Ég var búin að loka henni og það eru Sigurjón Vídalín fyrst og svo Bragi Bjarnason, Sigurjón Vídalín Guðmundsson S-lista. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, ég ætla nú kannski að byrja á því að segja Sveinn Ægir minn, þú ert betri en það. Ég ætla að skrifa þetta bara ungæðingshátt. Og ég skal taka 2 mínútur í þetta. Fjölnóta íþróttahúsið, það var tekin ákvörðun það og það var í umræðinni innan síðasta meirihluta í svona 6 til 8 mánuði. Eftir það kom það aldrei aftur inn á okkar borð, enda er þetta braggi. Þetta er ekki flókið. Þetta er braggi. Það þarf ekki að vera að eyða einhverju púðri í að hugsa það hvernig braggi er byggður. Númer 2. Það var ekki hægt að byrja að byggja Stekkjarskóla af því það var ekkert til þess að byggja eftir. Það var ekki búið að teikna eitt strik. Það er ástæðan fyrir því að það var ekki byrjað á Stekkjarskóla á undan íþróttahúsinu. Nú, leikskólinn Goðheima, hann skýrir sig sjálfur. Þegar við tölum forgangsröðun, þá er ekki hægt að segja við fólk sem að flytur í sveitarfélagið, börnin þín, þau komast í skóla á þarnæsta ári. Þetta er lögbundið verkefni. Við erum ekkert að forgangsraða fresta þess eitthvað. Færanlegu kennslustofurnar sem voru reistar við Stekkjarskóla voru reistar sem neyðarúrræði að vissu leyti vegna þess að það gerðist ákveðið sem að allir virðast vera búin að gleyma og hefur engum virðist ekki hjá að taka tillit til, en það var alheims faraldur. Hann geisaði hérna í 2 ár. Það nánast lamaðist atvinnulífið. Þetta sá enginn fyrir, ekki frekar en 9,6-8% verðbólgu sem er núna. Hér eru bæjarfulltrúar, sama hvort þeir eru meirihluta eða minnihluta, alltaf að gera þetta besta. Vinna með þær aðstæður sem eru upp í hverju sinni, með þær upplýsingar sem þeir hafa hverju sinni. Það er voðalega auðvelt að koma og líta í baksýn í spegilinn og segja að það hefði átt að gera þetta svona hinsegin. Við getum öll verið í þeim leik. Það hefur bara ekkert upp á sig.
Færanlegu kennslustofunar, þær nýtast okkur núna sem bráðabirgða leikskóli, sem bráðabirgða frístundarheimili og væntanlega bráðabirgða næsti skóli. Þess vegna var svo ákvörðun tekin þráttur að kostaði fullt af peningum, af því það voru að hugsa til framtíðar, sem betur fer. Ég bendi líka á að við erum núna að byggja bráðabirgða húsnæði undir skólanir og Eyrarbakka. Ég held að það hafi verið ákveðið heilla skref miðað við stöðuna sem var komin upp þar. Að endingu ætla ég að benda á það, ég er alveg sammálaður, að fólksfjölgun er að hinu góða í sveitarfélaginu. Og við eigum að sjálfsögðu alltaf að líta á það sem tækifæri og reyna að hvetja til þess að fólk setjist sér að í samfélaginu okkar, að því við erum með gott samfélag hérna. Við þurfum vissulega að leysa ákveðin vandamál varðandi það að geta tekið á móti þessu fólki, og þá er ég að vísa til innviðar uppbyggingar annars vegar og svo hins vegar eins og núna skorts á heitu vatni. Og þá ætla ég að benda á það að það þarf ekki að hita upp hús með hitaveituvatni. Það er engin lög sem segja það. Þannig að kannski þarf stundum að hugsa út fyrir hitaveitukassan tímabundið til þess að leysa það vandamál. Kannski höfum það bak við eyrað. Takk. Takk fyrir Sigurjón. Það hafa nú fjölmargir beðið orði í viðbót, en ég var búinn að loka með endurskránni og ég ætla ekki að fara að gera hér upp á milli bæjarfulltrúa, en fyrir margt löngu í umræðinu var Bragi Bjarnason búinn að biðja að fá orðið og hann talar fyrir D-lista. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, já, til að halda áfram, ég held að í 85% tilfella séu við nú að mestu leyti sammála málefni sveitarfélaga. Og þannig er það held ég í flestu öllum sveitarfélagum. En það er alltaf þessi hluti sem við getum deilt við getum hort í baksýnisspegilinn, erum við að fjárfesta rétt, erum við að forgangsraða, og það eru kannski hlutir sem menn rífast oftast aðferðafræði, mögulegt stærði byggingaform eða hvað annað. Og eins og ég sagði, við viljum horfa til framtíðar og það er held ég að við séum öll líka. Eða hvenær hafist handa við hagræðingar. Þetta er staðan sem við stöndum frammi fyrir í dag, sem við erum búin að ræða hérna núna, og það er verkefni sem er framöndan. Kannski til að byrja það langar mig samt að þakka starfsfólkinu og bæjarfulltrúum fyrir alla þá vinnu sem hefur farið fram við þessa áætlanagerð. En verkefnið er rétt að byrja nú. Núna erum við rétt að leggja tóninn og ég get alveg verið sammála. Mögulega er áætlunin óraunhæf út frá þjóðarspá. Það kom til umræði í hann hópnum hjá okkur öllum fyrir vorum að ættu við að miða það herra, en þetta er svona það sem sambandi leggur upp með og við fylgjum því. En þannig að það mun þurfa að endurskoða sennilega reglulega á árinu, en það er akkurat verkefni okkar og það er í sannarlega sammála því sem Álfheiður benti á, að það er vinna okkar, starfsfólks, bæjarráðs, nefnda og annara, að við fylgjum þessari áætlun eftir okkar bestu getu. Og það verður hörku vinna hjá okkur öllum í nefndum í bæjarráði að fylgja þessu eftir mánaðarlega, þannig að við séum að styðja við forstöðumenn okkar, styðja við starfsfólki að það standa. Við verðum að taka mið af utanaðkomandi aðstæðum sem getur verið hverju sinni, en þetta eru fjárheimildir, akkurat, sem við eigum að standa. Og við eigum að sinna því eftirliti eða því aðhaldi sem bæjarfulltrúar, hvort sem við erum í nefndum, í bæjarráði eða í bæjarstjórn. Og þar komum við að stærstu útgjaldaliðanum sem við erum, sem er fjárfestingaáætlunin. Það er alveg hárrétt, þetta lítur eins og staðan er núna ekki nógu vel út fyrir næstu 4 ár. Bara mjög illa, við erum orðað bara það. Og það er alveg klart að við þurfum mögulega lengi í öðrum verkefnum og við þurfum að endurskoða þetta eins og annað. Og þar er þessi stóri faktor sem við erum öll sammála og að sem allir hafa lagt að við verðum að fara í einhverja sölu eigna. Auðvitað hefði maður vilja sjá að menn hefur verið byrjaðir á því, en við stöndum þetta í dag og við erum öll sammála það held ég að þetta er verkefni sem við þurfum að fara í strax á næsta ári. Við þurfum að losa eins og við getum. Hvort sem það er sannleikus húsnæði sem við eigum, byggingaréttir á okkur svæðum, það er svo margt sem hangir á spýtunni og þetta er verkefni sem við þurfum að vinna. Ég get alveg hjartanlega sammála því sem Sigurjón benti á að við þurfum líka að skoða mögulega veiturnar okkar eða fráveiturnar, vegna þess að þetta er ekki sama, svo ég veit í sömu ára, mjólkurkúin og var hérna fyrir nokkrum árum.
með gríðarlega viðhaldsþörf og það dýrara núna að leita eftir heitu vatni, þannig að þetta gæti verið hagkvæmara fyrir okkur til lengri tíma að selja hluta af henni eða ekki. En þetta bara það sem við þurfum að skoða, láta greina fyrir okkur, þannig að við getum tekið sem besta og upplýstustu ákvörðun og líka fengið sem mest fyrir þessar eignir okkur. Og þess vegna kannski bara sett inn líka sölu eigna á næsta ári, vegna þess að við viljum ekki heldur búa til verðmyndun inn í áætlun hjá okkur. Við viljum fá sem mest fyrir það, þannig að þetta verkefni sem við þurfum að fara í, svo ég ítreki það aftur. Bara svona rétt til að stipla og tala ráðningamál, en þetta eru ráðningamál alltaf bara endurmetning. Við erum að endurmeta þegar kannski starfsmaður hættir, hvort sem það vegna aldurs eða hann fer í önnur störf, þá endurmetum við. Þannig að orðanotkun, ráðningabannið, þannig að við erum alltaf að endurmeta hvort við getum gert hlutinu öðruvísi, hugsað út fyrir kassan, hvort sem það í hitaveitumálum, ráðningamálum, innkaupum eða annað. Við erum að reyna að hugsa allar mögulega nýja leiðir og það svo sannarlega, það verður nóg að gera eftir áramót hjá okkur öllum og það engar töfralausnir í þessu. Við þurfum bara að halda áfram með verkefnið, eitt skref í einu, stóru atriðin þar sem við getum breytt sannleikna. Við erum hjartanlega sammála þar, svo ég ítreki það. Og ég vona svo innilega að á næsta ári getum við staðið hér að þetta hafi gengið upp hjá okkur árinu. Við getum mögulega kannski dregið úr hækkunum. Við getum sýnt að staðan sé betri hjá okkur og það hluta fyrir vinnu sem við erum að vinna með KPMG. Það að horfa á langtímaplanið okkar, hvernig þetta gengur upp miðað við 10 ára ferlið og þar erum við að fara að funda til dæmis með eftirlitsnefnd sveitarfélaga sem akkurat okkar stuðningsaðili líka. Að við viljum vinna það með henni. Þurfum við meiri sveigjanleika hjá henni til þess að ná skuldaviðmiðunum. Það bara samtal sem við þurfum að eiga við. Ef við sýnum fram á raunhæfar áætlanir, þá efast ég ekki að hún tilbúin að vinna það með okkur. Og það akkurat það sem við viljum gera. Vera með raunhæfar áætlanir og sýna að við stöndumst það. Og það reynir á okkur öll þar að hjálpast af við það. Og þá getum við vonandi staðið hérna á hverju ári með betri áætlun, þannig að endingu getum við farið að, hvað við segja, leyfa okkur eitthvað skemmtilegt. Það væri voðalega ánægilegt svona líka, en auðvitað eru ótrúlega mikið af tækifærum í samfélaginu okkar líka. Já, og það gríðarlega mikilvægt að það komi fram. Það áhugi á uppbyggingunni. Það gríðarlegur áhugi á uppbyggingu sveitarfélaginu. Fyrirtæki vilja koma hingað, vilja fá lóðir, vilja koma hérna með sinn rekstur og það aðeins sem vilja byggja upp íbúðir. Vonandi getum við ýtt þessu vör með meiri hraða en staðan núna, þannig að við getum haldið áfram að vaxa á réttum forsendum og innviðirnir fylgi í takt. En öðru leyti vil ég bara þakka kærlega fyrir. Þetta góð umræða sem við búin að vera hérna og samstarfa gott við fjárhagsáætlunina, en við þurfum að vinna áfram saman strax á næsta ári, því áætlunargerðin fyrir árið 2024, hún hefst núna bara eftir ára. Þar þurfum við að vinna, þar fáum við nægan tíma til að vinna öllum þessum málum og við gerum það vonandi í sameiningu til betur sjá augu en auga. Takk fyrir. Fyrirgefið til þess að fylla upp í eitt við vorum að horfa til fortíðar. Ég var búin að lofa forseta að koma fram að því það kom fram hérna í máli að hann kaus með íþróttahúsinu í bæjarráði, bara þannig að það væri rétt sagt og ég vil koma því fram hérna. Jæja, forseti telur að hann hafa nú hleypt hér flest öllum sjónarmiðum að og enginn hafi verið útilokað sérstaklega, en ég ætla þó að taka mig það besta leyfa að útiloka og úr mínum eigin bæsætnahópi en leyfa Álfheiði að koma hér með örstutt ansvar. Álfheiður Einarsdóttir á lista. Já, takk fyrir forseti bæjarfulltrúar, kæru íbúar og aðrir sem að fylgjast með. Ég held að mér langar bara að ítreka varðandi það sem að Sigurjón talaði sölu eigna og fjallaði sérstaklega Selfossveitur, að þar á hið sama fjárhagsáætlunina sjálfa, útgjöld. Það þarf bara að forgangsraða og þá þarf framtíðarsýn og ég tel þetta versta mögulega tíma til að selja hitaveitu. Þetta sló nú ekki beint í gegn, hvorki í Hafnarfirði eða Reykjanesbæ.
og af því að við erum ekki búin að finna heita vatnið, að þá færi veitan bara á brunaútsölu. Hún færi virsli. Við fengjum ekkert fyrir hana. Þannig að ég vil bara brýna það fyrir bæjarfulltrúum og fyrir íbúum að falla ekki fyrir gillibúðum að selja hitt og þetta. Heldur verðum við einmitt að vera með mjög vöndu vinnubrögð, mjög stífa forgangsröðun og skýra framtíðarsýn þegar kemur að því þegar við að ákveða hvað eigi að selja og hvað eigi ekki að selja. Takk. Þakka við fyrir, Álfheiður. Þá höfum við lokið almennum umræðum 9. lið á dagskránni sem fjárhagsáætlun fyrir árið 2023 til 2026. Það síðar umræða. Nú, það eðlilegt að ég kannski svo sem gat lesa í byrjun, en það skiptir ekki máli svona áður við göngum til formlegar atkvæðagreiðslu og þá ætlar Bragi Bjarnason D-lista að víkja af fundunum og Þórhildur Dröfn Ingvadóttir varabæjarfulltrúi D-lista kom inn á fundinn. En það segir svo sem hérna í skýringum líka með fjárhagsáætluninni að með breytingu sem gerðar á reglugerð nr. 12/2015 bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga á árinu 2021, þá þurfa sveitarfélög nú að færa í samanteki reikningsskil sín sem og fjárhagsáætlanir hlutdeild sína í byggðasamlögum og sameignarfélögum, sameignarfyrirtækjum og öðrum félögum með ótakmarkaða ábyrgð. Í tilviki sveitarfélagsins Árborgar á þetta við eftirtalin samrekstrarverkefni: Bergrisan, Brunavarnir Árnesinga, Byggðasafn Árnesinga, Heilbrigðiseftirlit Suðurlands, Héraðsnefnd Árnesinga, Héraðsskjalasafn Árnesinga, Listasafn Árnesinga, Samtök sunnlenskra sveitarfélaga, Sorpstöð Suðurlands og Tónlistarskóla Árnesinga. Áætlanir framangreindra rekstrarreikninga fyrir árið 2023 til 2026 rekstur, efnahag og sjóðstreymi liggja ekki fyrir og því hafa áhrif þeirra ekki verið færð í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Þegar samþykktar fjárhagsáætlanir framangreindra rekstrarreikninga liggja fyrir á viðeigandi formi fyrirhugað að gerður verði viðauki við fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir árin 2023 til 2026. Þannig að það komi nú skýrt fram. En þá það tillagan sem að lengst gengur, það tillaga bæjarfulltrúa S-lista, Árnu Ýr Gunnarsdóttur og Sigurjóns Vídalín Guðmundssonar og þau leggja hér til, undirrituð leggja til að þóknun formanns bæjarráðs verði aftur 21% af þingfararkaupi eins og hún var áður, en meirihluti D-lista hækkaði hana í 65% af þingfararkaupi. Við þetta sparast tæplega 7 milljónir króna á ári, sem hærri fjárhæð heldur en sparast við þá þjónustuskerðingu við að stytta opnatíma leikskólana í sveitarfélaginu Árborg. Nú, þetta tillaga bæjarfulltrúa S-lista og ég ber hana fyrst upp til atkvæða. Þeir sem eru henni samþykkir, vinsamlegast greiði atkvæði. Þeir sem eru henni á móti, það eru 3 bæjarfulltrúar, 2 bæjarfulltrúar S-lista og 1 bæjarfulltrúi A-lista sem að greiða henni atkvæði. Bæjarfulltrúar B-lista sitja hjá og 6 bæjarfulltrúar D-lista greiða atkvæði á móti. Nú þá komið að því að bera, þá hverfur Þórhildur Dröfn varabæjarfulltrúa af fundi og inn kemur Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista. Og þá komið að því að afgreiða fyrstu fjárhagsáætlun nýrrar bæjarstjórnar í sveitarfélaginu Árborg fjárhagsáætlun fyrir árin 2023 til 2026. Þeir sem eru þessari fjárhagsáætlun samþykk vinsamlegast gefið merki. Það eru 6 sem að greiða með því, þeir sem eru á móti. Það eru 6 bæjarfulltrúar D-lista sem að greiða því atkvæði og eru með og 5 bæjarfulltrúar sitja hjá, 2 bæjarfulltrúar B-lista, 1 A-lista og 2 fyrir S-lista. Nú þá þessari umræðu lokið og við förum í 10. lið dagskrárinnar. Það kom bókun. Arna Ýr Gunnarsdóttir S-lista kemur hér og flytur okkur hér bókun.
Forseti, ég ætla hérna að lesa upp bókun frá okkur bæjarfulltrúum Samfylkingarinnar í bæjarstjórninni við afgreiðslu fjárhagsáætlunar og hún hljómar svo: Það ríkja óvenjulegir tímar í efnahagsmálum á Íslandi sem eiga rætur að rekja til heimsfaraldrar sem hér ríkti í 2,5 ár, stríði í Úkraínu ásamt erfiðleikum í efnahagsmálum heimsins. Það segir töluvert stöðuna að þegar fjárhagsáætlun yfirstandandi árs var samþykkt í bæjarstjórn fyrir ári síðan, þá var unnið út frá þjóðhagsspá sem hljóðaði upp á 3,5% verðbólgu. Allir vita að það hefur heldur betur horft til verri vegar í efnahagsumhverfinu sem nú einkennist af mikilli óvissu, háum vöxtum og mikilli verðbólgu. Allt eru þetta þættir sem koma sérlega illa við sveitarfélög sem eru í jafn gríðarlegum vexti og raunin er með sveitarfélag Árborg. Hröð uppbygging innviða til þess að mæta þörf fyrir aukna þjónustu við íbúa kallar á skuldsetningu með tilheyrandi hækkun á fjármagnskostnaði þegar svo illa árar. Í þeirri fjárhagsáætlun sem hér til umfjöllunar eru gjaldskrár hækkaðar 9% sem er mikil hækkun og sennilega í fyrsta skipti sem gjaldskrár eru hækkaðar umfram verðbólguspá næsta árs sem er 5,6%. Í fjárhagsáætluninni er gert ráð fyrir sársaukafulli skerðingu á þjónustu eins og styttingu á opnunartíma leikskóla ásamt styttingu á opnunartíma frístundaheimila og bókasafna. Undirrituðum hefði þótt eðlilegt í ljósi skerðingar á þjónustu í leikskólum og á frístundaheimilum að hækkanir fyrir þessa þjónustu hefði verið stillt í hóf. Gert er ráð fyrir að tekjur af fasteignagjöldum muni aukast 257 milljónir króna milli áranna 2022 og 2023 en fasteignagjöld eru að hækka á bilinu 7-17% í sveitarfélaginu. Í fjárhagsáætluninni er gert ráð fyrir að tekjur vegna sölu eigna verði 700 milljónir króna. Vonandi ganga þær fyrirætlanir eftir en nauðsynlegt er að stefna enn frekari sölu eigna sem hefði tilheyrandi tekjuaukningu í för með sér fyrir bæjarsjóð. Bæjarstjórnin hefur átt nokkra ágæta vinnufundi þar sem unni hefur verið að því að fá fram tillögur og hugmyndir í þeirri viðleitni að ná fram sem bestri niðurstöðu í reksturinn og á komandi fjárhagsári. Áfram verður unni markvisst á því að leita leiða til þess að bæta reksturinn með starfsfólki sveitarfélagsins ásamt sérfræðingum frá KPMG en í maí síðastliðinn var samþykkt að meirihluta bæjarstjóra með á mótatkvæðum bæjarfulltrúa D-lista meðal annars bæjarfulltrúa Brynhildur Jónsdóttir en bæjarfulltrúa Kjartan Björnsson satt hjá að ganga til samninga við KPMG árangurstjórnun í fjármálum til 10 ára. Það skiptir miklu máli að horfa til framtíðar en þessi vinna fer virkilega vel af stað og samstarfi við KPMG er gott. Við viljum að loka þakka starfsfólki sveitarfélagsins fyrir þeirra mikilsverða framlag við fjárhagsáætlunargerðina og margar góðar tillögur til að ná sem mestri skilvirkni í rekstri sveitarfélagsins Árborgar. Þrátt fyrir að undirrita bæjarfulltrúar séu í lykilatriðum sammála flestu því sem er í þessari fjárhagsáætlun, þá eru þarna þættir eins og til dæmis með hækkun á leikskólagjöldum ásamt þjónustuskerðingu sem að við hefðum viljað sjá gert öðruvísi og svo er leitt að sjá að ekki sé vilji til að lækka laun formanns bæjarráðs eins og lagt var til hér áðan og þar með erum við að gefa vísbendingum út í samfélagið að það sé ekki búið að velta við öllum steinum. Takk. Þakka fyrir Arna og ég ætla að ítreka það af því að ég ekki ítreka, það bara hreinlega glemdi ég áðan, ég ætla að þakka Ingibjörgu og hennar fólki hjá sveitarfélaginu fyrir alla þá vinnu og það góða samstarf sem við mátt bæjarfulltrúar allir við fjárhagsáætlunargerðina og það er vert að þakka fyrir það og það er komið hér með á framfæri. Bragi Bjarnason D-lista er hér með bókun. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, já, örstutt, svona hnykkja restinni framlögð. Fjárhagsáætlun er lögð fram í takti við þá erfiðu fjárhagsstöðu sem sveitarfélag Árborgar í þessar mundir og alls ekki ásættanleg. Farið verður fram á umfangsmiklar hagræðingar í fjárhagsáætluninni sem starfsmenn sveitarfélags hafa brugðist vel við og komið með fjölda hagræðinga til hana. Fyrir það ber að þakka sérstaklega. Það er fyrir sig líkt og kemur fram í fjárhagsáætlun fyrir árið 2023 að verkefni bæjarstjórnar og starfsmanna verður áfram að leita allra leiða til hagræðingar og aukinna tekjuöflunar í rekstri sveitarfélagsins á næstu árum. En það er stefna meirihluta bæjarstjórnar að leggja fram raunhæfar áætlanir en leið er mikilvægt að standa vörð
grunnþjónustu við íbúa. Takk fyrir. Já, þakka þér fyrir Bragi og þið komið þessum bókunum þá til Helgu með tölvupósti. En þá förum við hér í 10. lið á dagskrá fundarins sem er bæjarráð, 19. fundur haldinn 24. nóvember síðastliðinn. Þeir sem vilja tjá sig fundargerð bæjarráðs gefi merki. Það er enginn sem gefur merki það, þá er það 11. liður á dagskránni, frístund og menningarnefnd, 5. fundur haldinn 21. nóvember. Einhverju sem vilja tjá sig þann fund. Það er ekki, þá förum við í 12. lið, það er eigna- og veitunefnd, 9. fundur haldinn 22. nóvember. Einhverju sem vilja tjá sig þann fund. Svo er ekki, þá er það 13. liðurinn á dagskrá skipulags- og byggingarnefnd, 12. fundur haldinn 23. nóvember síðasti. Einhverju sem vilja tjá sig hann. Það er Bragi Bjarnason Gilstad. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur, kannski bara örstuttum af því að hluta af málunum hafa nú þegar verið til umræðu hérna. Undir lið 4 þar sem farið var yfir áform, bara skipulags áform deildarinnar sem eru ótrúlega mörg. Það eru gríðarlega mörg í rauninni deiliskipulag í vinnslu eins og kom fram í dagann. Það eru mjög spennandi tímar framöndan og margir sem hafa hug á því að fara að byggja og stækka bæði meðfram Austurveginum og annars staðar, þannig að það eru mörg áform í gangi sem verður unnið að áfram á næsta ári. En þetta eru náttúrulega, þarna erum við að hugsa til framtíðar og eins og í öllum öðrum þá viljum við vanda þar til verka en svona vildi benda á þetta. Þakka þér fyrir, Bragi, verða fleiri. Svo er ekki, þá förum við í 14. lið á dagskránni, það er bæjarráð, 20. fundur haldinn 1. desember síðastliðinn. Það er enginn sem vil tjá sig það, þá er komið að 15. lið, það er bæjarráð, 21. fundur haldinn 8. desember. Einhver sem vilja tjá sig það. Það er ekki. Og þá er dagskrá fundarins tæmd og þar með hefur lokið síðasta fundi ársins 2022, 10. fundi bæjarstjórnar Árborgar, kjörtímabili 2022-26 sem framfór hér í Grænumörk 5 á Selfossi. Ég vil að endingu þakka fundarmönnum eða bæjarfulltrúum fyrir fundinn og við nota þetta tækifæri og fyrir hönd bæjarstjórnar Árborgar senda starfsmönnum og íbúum öllum hugheilar jóla- og nýárskveðjur með þökk fyrir samstarfið á árinu sem er að líða. Njótið nú jólana og gleðileg jól.